FM 95 Blö í samstarfi við CBD Reykjavík, Keiluhöllina, Pepsi Max og Loop Zero. 13. mars, föstudagur 13. mars. Klukkan 4 og FM 95 Blöður hafið göngu sína á, ég ætla að segja bara þessum fínasta föstudegi. Nýkomnir og lífadrengirnir, fengum gesti, Hjöppin mætti, Eður Smári Guðjónsson, hann mætti nú í stuttastund og King Mike mætti, þannig að við erum í gír hérna drengir. Já, og Emil Hallfreðs. Nokkur landismenn þarna, Mike Johnson. Mike hefur aldrei átt, hann á ekki landsleik sko. Mike var að geðsjúkur í fótbolta sko. Já, hann sko, Emil Hallfreðs og Eður Smári Guðjónsson er á öðru leveli, svo er Hjöppi og svo Mike. Já, það er aðeins fleiri landsliki. Já, en þú veist, þetta er allt landsliðsmenn í lífinu. Steindi átti þarna leikinn, hann mástu hann á tommótinu hann. Nei, átti hann ekki. Nei, það kom svo í ljós að hann spilaði hvorki með pressuliðinu nýja landsliðinu, hann bara hélt það. Fyrir mér var þetta heldur ekki tommamót, þetta var alltaf sjálfmót. Já, ok. Sjálfmót í eigum. Þú ert líka alltaf miklu yngur en Jöflu. Já, en þú hélst þú að það er áttir hann leik, þú áttir hann ekki. Sko, þarna kemur aldursmunurinn í gegn, sko, þegar menn tala tommamót. Ég er náttúrulega bara frá Sauðárkróki og spilaði ekki á neina þessu sko. Ég var bara á Króksmótinu. Fenguð þið ekki boð á sjálfmótið, eða tommamótið? Það hefur verið En faxaflóan og Íslandsmeistaramótið og allt þetta. Allt og langt ferðalag. Er það? Djöfullin, voruð þið bara á Króksaramótinu, hvað, bara einir þá eða? Nei, fullt öðru liðum, bara á Norðurlandinu. En nú er það hérna, það eru risastórt núna. Nú eru lið að koma að sunnan og alls sko, Króksmótið eru hjút. Þetta eru hjútsmót. Já. Þegar Jón Páll mætti á tommamótið og sprengdi pókan hann og Hitapókan? Já, ég sá það í Hemma Gunn. Það er ekki auðvelt að sprengja þann póka sko. Þú ættir erfiðlega sko, þú endart út með þykkur. Venjulegt fólk er að sprengja blöðru sko. Sprengja blöðru? Nei, en sprengja hitapóka? Hvað var hann að gera? Hann blés hann upp þá var það sprakk. Hitapóki. Manstu ekki eftir svona rauðu stóri? Þetta er alveg vel þykkir sko. Þú veist, þú þarft alveg álvöru Jón Páll, það er alvöru legend. Ef hann hefði ekki hvart okkur alltaf snemma þá hefði hann farið í Hollywood alveg 100%. Já. Hvað er hérna ekki að... Það var svo mikill karakter, hann var svo fyndinn. Hann alltaf farið að leika í bíómyndum, það var lesið. Hvað er hann gamall þar, hann kveður okkar besta maður? Það er bara 31 tækja. Já, virkilega sorgleitt. Hann og Maggi Ver... Og hérna á Suðurlandsbraut. Hann og Maggi Ver tóku, titilin 4 sinni báðir. Já, nú var það sterkast maður heims. Já, ég finna við erum hérna, þetta er mjög impressive record. Það er eitthvað rosalegt sko, hérna, ég sá að því ég er 32 ára. 32 ára. Það er bara grislingur sko. Já, það er bara eins og ég hef kvartur í 14 ár. Já. Þetta er bara alveg aðlægt. Herru, þetta er ekki alveg byrjun á þættir. Það er ekki flössa. Viltu ekki fara að tala bara um skilna fóröldarblöð? Já, svo er ekki að DNA Man er að gera hérna heimildamynd, eða bara mynd, ekki Jón Pál. Hann er bara að kynna sér náttúrulega, það var gaman að fá DNA Man í spjall. Dóri DNA að gera heimildamynd í Jón Pál. Nei, þetta er bara leikimynd. Já, ok, geggja. Hann að skrifa, já. Og það er svo marga góða sögur af Jón Páli, þetta er auðvitað besta bíómynd bara sögunar sko. Ég er ekkert vissum að hann var búið að tilkynna þessi skrif. Maggi bestaði með sögunar. Ég ætla enn og aftur að hérna Hvað, það er alveg bara skvílandi öllu, alveg bara á fyrstu mínútum. Við klippum það bara út. Þetta verður klippt út. Munum þegar hann bara segja næst, hann sagði alltaf nafnið hjá litlu stelpunum sem Rikka. Hann sagði frá óléttunni hjá Svess og Kös. Það heldur allir hann að vera að segja frá óléttu minni. Það þarf að láta mig vita yfir hverju ég á Shut My Mouth. Það er að segja whore mouth. Það er einn besta línaði sögurinn, bara you shut your whore mouth when you're talking to me. Hvernig er það hægt? Einhver með neitt. Ég held að sko málið það að það veri, sko það er mjög sniðugt ef þú vilt að eitthvað dreifist mjög hratt og vilt bara helst að þjóðin viti af því og segja það bara allir og hann bara kemur hingað Maggi bestaði mig góða sögu sem er alltaf besti bodybuilder in the history of mankind. Ég ætla bara að láta það vita að það var líklegast leyndamál sem þú stáður að segja. Þetta er ekki leyndamál. Hann sagði sko, það er smá munur á menn sem eru í bodybuilding í dag versus gamli skólinn og fóru sér og settu þeir læri í bara í ofn heima hæg elduða, fóru svo á æfingu, tóku hrikaláði fóru svo bara heim, settu lærið á borðið og átuða. Það er andi. Ef einhver var til í þennan anda mér í dag það er með lærið og tökum við æfingu. Ég verðst að spyrja, hvenær deyr þessi andi hjá þér af því að þú, sko, ég man eftir að draumurinn þinn var að vera 100 kíló skafin. Já, ég var náðu 98. Þú sagði þetta við mig bara frá því ég kynntist þér. Sko, er erfitt að ná 100 kíló skafin. Þetta er 100 kíló tjöbi, en 100 kíló skafin er ekkert eðlilega erfitt. Það var ekkert mál fyrir mér á 100 kíló ef ég myndi setja smá nokkra helgar í það og bæta þessi. Ekki skafin?
Nei, bara ná þeim. Já, ná 100 kíló, ég geti það léttilega. Ég geti léttilega ná því. Nú ég alltaf að dansa kringu 90 kíló 88 og veist, 90, en sko 100 kíló, það bara Hvað Jón Páll, til dæmis, hvað hann þungur þegar hann bara alveg skafinn í fit hann var alltaf að rokka milli fitness og sterkast að maður heims Það var alltaf, þú veist, og það er rosalega að vera í báðum sportum sko. Alltaf Ljóni Það var 135 kíló þegar hann var að keppa í hérna strongman sko. Svo köttar hann sér niður og fer á svið sko. Þetta er engin í þessu í dag sko. Þetta er bara svona 30-40 kíló að mismunum Já, Jón Páll var í sko náttúrulega hefi að keppa í sterkasta mannunum og líki í fitnessun sko. Það er ótrúlegt En hérna, já, það er ótrúlegt En sko það er líka hérna því ég er með síður sem er með allt sem er með sturlaða staðreyndir Það er mjög gaman þegar það kemur inn til dæmis það eru bara nokkur lönd sem eiga sterkasta mann heims og nokkur lönd sem eiga fallegustu þess að þetta hefur verið valin ungfrú heimur Ísland alltaf þátt á einhverju listum bara með hæstu Já Með heldur vel gert, veitu hvað eru 400 manna þjóð Sterkustu gæriðir og eigum fallegustu konur Það er mjög impressive Við erum að máta okkur meira af Pingu lítil þjóð að unni hérna World Strongest svona oft sko En það sem er mest impressive held ég á John þegar hann dettaði 250 kíló með annari hendi og ekki með strappa Þú þarft geðsjúkan greipstyrkt í að geta haldið með annari hendi? Já, hann tók með annari hendi 250 kíló Það er eiginlega fucking amazing shit sko. Og myndin á hann þegar hann er að detta á annar það er eiginlega bara ótrúlegt Ég vona sér verið að gera Ég vona að það sé bíómynd að koma Ég er alveg búin að kæfta því En málega er að En það sem við ætlum að mér langaði svo aðeins að tala um andan sem var hérna ég elska andan Þessi gamli andi þú veist þessi jakabólsandi Dead of föstudum Já Alltaf bara regla Ég veit það Ég er ekki að tala um eitthvað svona fara snirtilega grittur bara inn í næsta gym Það var enginn að hugsa um það Ég er að tala um Er andinn skilur við Þá er ég að tala um andinn Er hann ennþá Nú veit ég ekki að því að ég á marga vini sem voru Hafþór Július hann er ekkert að spáða að greiðast þegar áður hann detta 500 kíló Ég á marga vini sem voru djúft í andanum sko. Ef þú ætlar að fara í andan þá ætlar að fara í Tor's Power Gym Þú heitar Stefán Sólva og The Mountain og það er andið það Skúla Ármanns Haldið þið, sko, það voru nokkrir sem að sendu mér sem að spurðu AI hvort hann gæti slitið handlegg af mannesku It's possible komist Það voru nokkrir sem sendu mér það sem eru fíla við hlustendur að þið tjekka á öllu sem við erum að ræða og það er possible Þið kölluðu með að rífa handlegg af einhverjum Og þið kölluðu með hálfvita hérna í beinni þegar ég var að stinga upp á því að þetta væri nú ekki galin hugmynd sko. Þú talar um þess að þetta væri bara einhver Playmo-kall eða eitthvað Nei, ég sagði bara að styrkur Það var ekki sagt að vera hægt, það var possible Já Það er ekki staðfest Nei, en ef ég væri að betting með þá myndi ég Það mun aldrei reyna á þetta, við munum aldrei fá svarið Vonandi ekki En ég er að segja að ef það kæmi upp þá hefði ég betta að það væri hægt Ég myndi halda alveg að The Mountain gæti rifið handleggina þér stendir sko, án grín sko Þér líka Ef myndi stíga á brjóskasanaður og toga þess fast og hann getur myndi líklega bara rífa hann af sko. Það var það sem ég var að reyna að segja En mér minnir að þú að vera á móti sko. Ég var á móti Ég var að hugsa um alla sína Þú hefur yfir rétt við þig Ég er hættur að vera að fara á móti þér í hinn og þessu sko. En sko talandi sterka kallmenn og fallegt fólk King Ricky G á ammali dag Richard maður Einhver huggulegasti gæði sem ég á æðu minni og eitt svo sterkasti hann lappaði í sportu sig í morgun helt á padelsbaða hann er svona padelbró og er ekkert eðalega góður í padel og svona góður í gólfi og góður í kynlífinu og góður í öll Hvernig veist þú að sé góður í kynlífinu? Þetta hann hefur sagt mér það Skrítin samræða hann slæður hann strengi með frúnni Ég veit alveg að hann hefur aldrei sagt þetta sko Ég ætla bara að taka það fram hann hefur aldrei sagt þetta Ég bara trúi ekki Það væri rosalega skrítin Ég ætla ekki að trúa því Nei, ég bara trúi enga veginn Hann er bara því miður frátökin en ef það eru gælur að hlusta á og mæru laus við þá myndi ég segja að fara í Richard right now Akkurat Innir til hann ekki og bara Valdís Lucky lady right over there Og Rikki hann er hérna lítur hrikalega vel út Hann er aldrei litið betur út og bara geggjör Líka svarta hár og andlið Sér andlið á Rikki ekki Og hann er líka sko það er ekki brúðköp á Íslandi haldið hans að Rikki G sé að veislustýra eða DJ Hann tók yfir hann bransa Hann er Þegar í veislustjórnum bara heilt yfir fyrir öllu Hann sér hefur sér bara í einum hlut Weddings Hann eður að fara að gifta ykkur heyrið í afmælisbarni dagsins Rikki G Hann mun gera brúðköpið ykkar eftir Við hefum þetta að fá hann í þáttin
Hann var náttúrulega í síðasta þetta að ræða Ég veit það, en hann á ammali Já, reyndar Stótt er það djöfull öfundan Hann er ammali á föstu Hann er samt með eitthvað plöð Hann er ekki að gera Jack shit Þú ættir ammali í dag Þá væri búið að læna ykkur upp sko. Ég hef aldrei ekki gert neitt ammali Sérstaklega á fössara Já, það er veisla Ég hef svona 95% tilvæg ekki gert neitt ammali mínu Veit það, þar til ég bara öskraði Þú ætlar að fara hætta að ferða saman lit Já, en málega, veistu hvað blöð Þú ættir einhvern veginn að prófa Þú átt ammali Við erum bara náttbuxum að síminn og silent Kveiki á tölunni með PlayStation og pantina meat and cheese og bara slaka á sko. Mér langar það ekki Bara aldrei Það vil party Já, nei, bara ekkert party Mér langar bara að kringu fólk og bara njóta dagsins Það fylgir því að party Það fara allt býður fólki Hvernig er þetta ekki í kringum fólk? Þú ert í kringum fólk alla daginn Já, það er bara öðruvísi þegar þú ert ammali að vera með öllum sem þið þykir vænt Þú stjórna bara hvað er gert og það getur enginn sagt neitt Þú veist að þeir segja, það eru margir sem segja að þú ert með ammali á heilanum sko eftir svona 12, 14, neða hvað ég segja 17, ég ætla að skrúta niður Hvað, veist ekki eins og hvað þú tala um? Eftir 10 ára Vertu þú með the facts straight? Eftir 10 ára aldur að þú ert insane peppað fyrir ammali Það hefur minkað, ég er ekkert insane peppaður Mér er bara gaman að gera eitthvað þegar ammali og 46 Ég með þetta blöð lasið mér, þá held ég upp á mitt Ég sé ekki þetta því, það var gaman Nei, en það er alltaf gaman að halda upp ammali sitt Ég hef alltaf sagt það Drengir, Taskmaster byrjar á sín er komin á sín plus Ég fór í bíó í gær og sá fyrsta þátt Hann er hrikalega skemmtilegur Þetta er, já, Hvað er að gerast í Taskmaster? Hefur aldrei hort á breska þáttinn? Nei, ok, þetta er mjög skemmtileg Það eru margir sem hafa ekki hort á það Það eru hérna 5 keppendur og það eru þrautir og þetta er í stúdíói og ég mæli með að kíkja inn á sín plus og horfa á þetta Fyrstu þáttur er komin inn Já, þetta er bara, þetta er algjör snill, þetta er mjög skemmtilegt Ég veit að Edda Björgvins sé að mæta hún sé alveg geggjöð Það er alls konar lið sem kemur og tekur þátt Nei, þetta er alltaf sömu 5 keppendur Sömu 5 keppendur sem eru að keppa Sveppi, okkar besti maður Ég hitti Mushroom í gær Ég fór í Kastrup í Cash Lunch Finnst ekki að ég sé Mushroom Sæst ekki líka að sé Bríet Og Bríet líka Og King Jónáskir Self-made millionaire En Maggi Skef, nýja besti vinnur Maggi Skef er ekki það Er hann ennþá að senda það góða nótt? Já, við vorum Maggi Skef var að senda á mig Ég var að bóka skíða fyrir næsta ári sem fyrst Ég sagði Sign me up Senda það á þig Ég skal ekki sýnt þér það og trúið mig Nei, ég trúið alveg Hann að Maggi Skef senda á þig Maggi Skef senda á mig Og hann sendi líka góða nótt Hann er fast það gaman að fá sér champagne með Gilsa Hann vil bóka næstu ferð núna eftir ár Ég er ekki hefst það Hvað gerir þið fyrir? Að fá sér champagne með Gilsa Bara við skiljum það vel Talandi Taskmaster þá kemur Ari Eldjárn hingað á eftir og sko ég er með alvöru þraut Það er ekki leiðilegt til maðurlandsins, alls ekki Og hann er að skemmt í kvöld í höllinni hann er að hitta upp fyrir Ismo Já, Ismo er hérna mættur og ég ætla að henda hann í hraðaspurningar eftir en hann þarf að svara sem Bubbi Mortens Kári Stefáns og Bent Þannig að rótir á milli þeirra Já, hann er hérna byrjar að taka Bent og það er stórkostlega eftir hann er góður í eftir hann Já, hann er bara eiginlega bestur eða ekki Jú. Hann og Sóli Já, við þurfum að fá Sól aftur og ringi fólk sem Jakob Bjarnar Já, djúfull var það Shit, hvað það ég hef gaman á því komir í maður Spurðu kemdi Gilsson hvað er að vinna með það Ekki þægilegt símtala fá líka þegar Jakob Bjarnar á hillinu Æ, blessaður Þú voru alveg búin að drullu baba Það er föstudagur 13. Og þannig að ég er með King of Bad Luck Þetta er óhefna dagur Hver er óhefnari? Er þetta óhefna? Er þetta ekki svona meira eitthvað svona hjátrú? Ég hef ekki miklu að trú á Þetta er happa að tala með í rullunni Þessi dagur er búin að vera ekkert eðlilega skemmtilegur Þannig að ég er alls ekki óhefna dagur Nei, en hann er talin óhefna dagur Friday the 13th Er þetta ekki allt bara hvað manjör í rauninni? Það er eitthvað science bak við það Væri þið hrættir að lappa undir stiga? Nei Þú veist, fáið í magan eða sjáu svartan kött Eða brjóti speil Nei, en ef ég sé stiga þá kannski reynir ég samt alveg að sleppa alla bundran Já, ég samla því Og ef ég sé eitthvað svartan kött Það lókar að bara öðunum Nei, þá er ég alveg svona ekki lappa fyrir mig maður Þú veist, ég er alveg Ég trú ekki á þetta Nei. En ég er ekkert að fokki í þessu Nei, þú reynir að forðast þetta Guinness er bara svo pabbi sinn Hann er búin að leggjast hérna bara bumbuna Já, við erum með hund í stúdíónu Nýjasti meðlumur blöðfjölskyldunar er bara í stúdíónu að leggja sig Ég er ekki að elska að Steindi sponsaði nafnið á hundunum sko Fekk okkur 4-5 M í millifærslu fyrir Ölgerðinni Og skýrði hann Guinness Af hverju er Ölgerðin ekki búin að leggja inn á með 5-6 miljónir? Það er það sem gerðist Ég var að skúpa Ég ger ekki hann að skúpa hlutum minn Hann er brotn og hvítur En af hverju ætti ég ekki í alvörunni? Af hverju ætti ég ekki að fá pening fyrir það? Veistu hvað þau munu segja oft Guinness Út af því þú skýrðir hundin Guinness Það er svona 600.000 sinnum Ef einhverju Ölgerðin er að hlusta núna
Þá get ég sendt reikningsnúmerið. Já, ég er bara fá allavega byrðir af drikknum. Fáðu smá bónus. Ég allavega get lofa ykkur því að ég er ekki búin að fá 1 Guinness drikk sendan. Þannig að það má einhver rífa sig í gang þar. Ef ég kaupi hund og skýr hann í Jager þá er það allavega 6, 7, jafnvel 10 myndi ég halda, sko. Já. Sponsa nafnu hundur, Ég þekki reyndar manni sem er með Jagermaster, hann Egil Sigurðsson, og ég get lofa þér, hann myndi ekki lækina við 10 milljónir. En þú mætti reyna það. En hann var í tökum á hann, Guinness. Já, stóð hann sig vel. Já, ég fekk símtal frá honum Adam. Þetta reyf í hann, þess að sopnaður hérna. Þetta er heldur skrifnað. Hann er alveg búinn eftir dag. Já, hann Adam var að gera vídeo hérna inn á Instagraminu. Veit ekki hver þetta er? Adam. Já. Þú þarf að segja hvað hans meir en Adam. Hvað mennum, hann er áhrifavaldur. Þetta er Adam. Kottu bara Heitir hann ekkert meir en Adam? Kottu með eitthvað skýrslu, ekki segja bara Adam. Kottu með síman. Hvað, veistu ekki hvað hann heitir? Maðurinn? Adam Helgason. Adam Karl Helgason. Ég er búin að segja tvisvar. Nei, þú segir aldrei Þetta er food entrepreneur. Já, sem er að fara á veitingastæðin. Já, ég sé hann. Þið veistu hver hann er? Já, tókmaður. Þetta er ekki ljótast í gæði sem ég sé. Láttu ekki eins og ég sé svona stóri. Hvað er að ykkur? Þú getur ekki sagt bara, veistu ekki hvað maðurinn heitir? Þú getur ekki sagt bara Adam. Svo kom bara þögg. Þú blakkar að segja bara Egill í útvarpinu. Það er til Egill Plöter, það er til Egill Einarsson, það er til Egill. Þú er að segja nafn. Egill Helga. En ertu að segja mér að séu til ykkur 10 Adam gæjar á Instagramin að gera hluti? Alveg 100%. Ok. Allavega, hann heyrði í okkur og hann fekk Guinness í innslag. Já. Og við vorum í morgun með Guinness bara að taka upp. Þannig að þessum er ég með hann Þetta er celebrity dog. Þetta er celebrity dog. Strax hvað sagður? King of Bad Luck, já. Já, út af 1. og 13. Reynda gerfugendi var að segja að það er ekkert science bak við 1. og 13. Þetta er þetta gömul hjátrú. Alltaf hrein ístakað hjá gerfugendinu. Já, ég fíla það. Það er gott að hafa hann að kantinu. Það er engin óheppin í það, sko. Það er algjört bull. Ég er með sturlaða staðreyndir sem hafi ekki verið í langa tíma þegar við komum aldrei að. Við hljóðum að koma þeim að í dag. Annars verður Tómi Steindórs brjálaður. Það hlýtur að vera. Já, ég ætla að koma þeim inn. Svo er ég líka með Hvor er nær sem hefur ekki verið helviti lengi. Þá, lesi upp og þegar giska tölu og bara hvor ykkar er nær. Já, þetta er skemmtilegt. Já, það er virkilega skemmtilegt. Það er Randarahótt pappa minns. Sýnur búin að senda. Já. Jöfnsis veislam. Og þú ert ekki búin pre-listen hann og guð? Ekki neitt, hann sendi mér þess að bara fyrir sko mjög stuttu, var bara að senda. Það er okkar sterkasti grínisti, hann eru ekki fengið til að hitta upp fyrir Ismó í höllinni. Sem er skellur, það er skellur. Þetta ætti hann að vera þar maður. Það væri gott að, hvað heldur hann getur tekið landsessjón? Hann gæti tekið pabbi. Já, hann er búin að senda okkur svona. Hann gæti tekið svona 3-4 klukkutíma straight. Sko ef við höfum einhvern tíma sem aldrei gert live show hérna í Blöðkastunum sem við aldrei gert við gerum okkar einhvern tíma þá er alltaf sett frá senior sko. Við 12 til 15 mínúna er ekki komið tími á það að við hendum í live show? Já það er eiginlega bara til þess að senior getur verið með sett. Við nennum eiginlega aldrei að gera eitthvað sem allir að gera. Ég myndi elska það samt. Já sko við myndum hugsa frekar sko hvað myndu Blöðkast fjölskyldan elska. Þeir myndu elska mæta á live show. Þannig að við erum að gleðja fólk. Já. Ég veit alltaf ef við gerum þá mætir hann alltaf. Hvað er þetta? Ég vissi ekki að ég verið búin að hækka þetta í það er alltaf að þéttu þáttu framöndun. Ég ætla að byrja þetta drengir á lagi sem ég heyrði í útvarpinu daginn. Ég hugsaði, djöfull er þetta gott lag. Nei, það er ekkert oft sem við spilum Red Hot Chili Peppers hérna og hvað þá þetta lag? Þetta er svo gott lag. Já, þetta er sturla. Other Side. Ég skeit. Þetta er ekki lagið, þetta er eitthvað svona 15 ár sko. Nei, þetta var ekki gott. Þetta er bara eitthvað lag. Nei, þetta var ekki með En af hverju ertu að opna þáttinn á einhver random Red Hot Chili Peppers? En okkur þetta er svona. Settu bara Rain Over Me. Byrja bara þetta partí. Settu tindur kynnslóðan Þetta er að svæfa fólk með Red Hot Chili. Settu bara Rain Over Me. Svæfa? Er þetta eitthvað rugglar? Svæfa lið með Red Hot Chili Peppers? Ég hættum ekki sveppa með reyða núna, ég veit ekki það. En betur, okkur fekk ég ekki rétt lag? Þetta er idiot sandwich, ég var með 2 bröðsnið, það myndi setja þær og sikkur kynna og segja að það var en idiot sandwich. Allt miðaldra fólk fekk bara takk í baki við að hækki útvarpinu, þú ætlar að blasta þessu með. Okkur kynna þetta ekki? Æ, herða ok. Anskotin innan ekki var flagið þetta. Það var bara Rain Over Me. Topp tónlistarstöðin FM 957. Ég meina að þetta sé besta lag allra tíma. Fyrsta lagi sem að spilaði í FM 957 og heitir Rain Over Me. Sko top 5, alveg 100% top 5 besta lag allra tíma ever made. Að þínum að ég meina bara öll
bara allir flokkar, hvort það sé pop eða rock eða Ja, pínum að þig, mínu mati Já. It's science sko. Nei, þetta nefnilega ekki science. Það fullt af fólki sem að finnst þetta lag ekki blótt. Þetta ekki svo í gamla dag. Ef Bílarnir og Elvis Presley gáði lag, þá voru allir Jackson og allir samlega verið gott. Kannski einhver sem ósamlega til top 5. Það enginn sem hlusta á þetta lag og hugsa á þetta ekki gott lag. Það veit allir að þetta gott lag sko. Já, heldur sé enginn að núti sem hlustar á lagið og hugsa, þetta ekki gott. Sko ég myndi halda að þetta það skemmtilegt lag. Þetta það mikið stemningslag. Það ætti að vera helvíti leiðilegur. Þess að hlusta á þetta og bara yfirmilegt. Þá ertu bara en asshole. Veit ekki hvort þetta er en asshole og kannski bara ekki með sama tónlistasmekk. Já, svo er náttúrulega bara fólk með mismundi smekk. Það er bara þannig. Allar að fara að smetla þessu framann í einhvern heavy metal gæja bara. Það er aldrei nefnum að hlusta. Aldrei. Hvað er samt hérna reynum við með núna í views sko? Já sko, þú fer alltaf á YouTube. Þetta er með 300 Málega bara að segja að Spotify er ekki up and running þegar að hérna lagið Ég skal gefa það. Þetta er með 400 milljónir hlustana. Það er heldur mikið á Spotify. Samt kom mjög seint þar inn sko. Það er enda bara ekki það mikið sko. 400 milljónir? Já sko, ekki með við bara það fyrir eftir hvað, mjög mikið með við bara það kom úr 2011, þá var ekki Spotify til þetta var komið 1,5B á YouTube hvað þetta væri ef að Spotify var til 2011 Spotify var nú ekkert stórt 2011 sko. Nei, það var ekki komið þá sko. Það var ekki komið. Nei, ég er að segja, þú veist, en ég er að segja þetta reyndar að koma marka 2008 kom ekki til Bandaríkjum 2011 Hvað er þetta með YouTube? Þetta er búið að vera á Spotify basically sem frá að byrja það var ekki það var ekki á Spotify þá. Nei, þetta er mjög mikið með við marga, auðvitað. En þetta er mjög lítið með við helling líka. Ég hittir ekki Mark Anthony. Ef ég hitti eitthvað Mark Anthony og ég með þér, ég segja hvað þú sagðir. Kannski í partíinu Hætti Klúm sem er að fara hérna á Halloween. Hann verður 100%. Það er fullt af Íslandi. Það er þetta við Mark Anthony þar. Já, sko, það er fullt af Íslandi. Eina sem er að þú getur líklega að lamna hann og það er góður í gólfinu, sko. 100%. En það er fullt af Íslandingu sem eru með miklu meira en þetta. Já, þetta er með yfir billion views á YouTube. Á YouTube, já, það er meira marka það. YouTube var up and running þá. Þannig að þetta er helviti vinsælt alltaf. Við erum að gefa þeim það. Hvað hattar að marka á þau? Nei, ég fíla hann. Við ætlum að byrja slúðrið á Rihanna, drengir. Þið tókum vantar eftir því í skotið á. Já, það var skotið á húsið þeirra. Það er til svo mikið af nötturum. Það er rosalegt, maður. Og það er óljóst hvort að A$AP Rocky og börnin hafi verið á staðnum ásamt henni, en það er búið að handtaka heima hjá þeim, það er mjög líklegt. Það hefur verið þarna í trailernum fyrir utan. Já, sko, Hanna og börnin inn í húsi. Já, skutu. Eitt skoti fór í trailerin sem þau voru í. Þessi kona skaut 3 skotum. Já, og hún var búin að vera á YouTube að sko segja alls konar og bara búið til eitthvað celebrity beef í hausnum á sem verið í hönnu sko, en það var ekkert beef í gangi sko. Nei, þetta ekki. Þetta er ekki fyrsta skipti sem að fólk fær svona frækt fólk á heilan. Þetta er bara þekkt dæmi. En gætu þið búið í húsinu eftir þetta? Sko, þessi náttúrulega núna er hún bara komin náttúrulega. Ég myndi reka öryggisverðina. Kanin er ekkert að fara hendin inn í eitthvað 2-3 mánuði. Þetta er bara tilhund til manndráps. Hún skýtur í átt að fólki sem er hún er alltaf að fara í jaili í 20+. Þannig að ég myndi alltaf að þið haldi áfram að eiga heima. Ég myndi að reka gæsluna, það er að fyrst ég myndi gera. Hún er fyrir utan húsið. Þetta er ekki, gæslan er ekkert á götunni. Það fer ekkert inn sko. Bara utan húsið og negli bara gegnum. En byrju, heldur að sé gæsla fyrir utan húsið á Rihannu, bara eins og þessi fórsetið Bandaríkjunum? Hún er ekki sem öryggiskerfi, en ekki með gæslan. Jú, ég held að svona fólk sé með öryggisverði. Kannski? Ég held ekki. Og öryggisverðir kannski núna eftir þetta. Já, sko, ég myndi ekki skála að maður verið með það. Og öryggisverðir eiga spotta þegar eitthvað dularfull manneskja með eitthvað byssu á lóðinu. Hún var ekki á loðinu, hún var fyrir utan. Já, ég segi að þú veist dularfull manneskja með byssu. Þannig að ég er bara stoppa alla sem keira fram í húsinu. Nei, ef þetta var drive-by, ef þetta var klútur og bara út á gluggadæmi. Var þetta ekki bara, gæti verið út á glugga á bíl. Já, við vitum það ekki. Hvað er stendur í svo fyrir? Þetta er ekki góðu glæpamaður sko. Hún tekið pikku upp hann okkur hálftíma senna sko. Já, en ég er ekkit viss að þetta lið sé með öryggisverði. Ég held ekki. Nei, kannski svona frægasta lið eins og ég held að það sé bara fórsetið Bandaríkjunum. Það er einhver þjónustaðan eðlilega ef einhver, en ég meina þú veist eins og við myndum fara fyrir utan núna bara hjá George Clooney. Ég var fyrir utan á George Clooney bara daginn. Já, ég var bara þar. Það var ekki öryggisverður. Eina sem sagði gæði sem var á bátnum hörðu, ég ætla að fara á George Clooney right now. En ég meina þú getur, það var ekki einn öryggisverður. En þú getur valla verið bara eitthvað að þvælast í garðinum hjá. Það er ekki með vesen, það er ekki með byss og Ítalíu og skjóta og hús. Þetta gerist bara í fucking America.
Ítalinn bara með Haldi alveg að þið geti bara farið núna heim til Brad Pitt Svo bankuð upp Nei, Brad heima Ég held að séu hlið alls staðar. Þú kemst ekki inn hlið Þú dinglar á hlið Það er engin öryggisvörður. Haldið ekki? Nei, ég held ekki. Engin á payroll bara að vakta þegar fólk er með svona pening Ég myndi alltaf ekki. Ég veit að Nei, ég veit ekki. Þetta er gerðargreindir. Ég Spurðu greindina steindi bara svo naskur í celebrity slúruna Hann er líklega með þetta på 10 sko Ég vil alls ekki að rífast það með þetta Ég myndi halda þetta væri samt svona í alvunni Ég myndi halda þetta væri 10-15 stærstu leikarnir væri með það Og eins og Messi, Ronaldo Þetta er gæði sem Messi er öryggisvörður allt sem hann fer En ég held að sé ekki fyrir utan heima hann. Já, með lífverði Ég held að það sé ekki með hann alltaf En húsið hans var bara eins og litla hraun svona gæstlulega séð sko Já, það er mjög erfitt að komast inn og þú kemst ekkert inn af því þetta er svo vel gated en ég held að sé ekki öryggisverður Nefnum og sért í bara gated community þá er öryggisverður bara á svæðinu Það er kannski líklega Eða taka Jurassic Park á þetta að vera bara með rafmagn í girðingunum Já, það getur virkað líka Svo erum við með leikonan Emma Watson Hún er komin í hann kærasta Sá heppni heitir Gonzalo Hevia Baleres og er viðskiptamaður frá Mexiko og það sástuðu kissast á flugvöldunum og hann er víst eitt sá ríkasti í Mexiko þessi einstaklingur og þetta er 4. ríkasta fjölskylda Mexiko þannig að ég var að rannsaka Emma Watson sem var hérna í Harry Potter Hún fór ekki gæði sem vinnur högisk segast Nei, það er ekki vera Ríkustu fjölskyldu í Mexiko 4. ríkasta Maður er alltaf á staðan þetta maður er búin að hafa Ég hata því hefur rétt fyrir mér sko Hvað segir þú? Ég bara segja, það er aldrei farið í bara næs gæja sem vinnur í rúmfattalega Þetta er gúrkuslúður Áhverju þetta gúrkuslúður? Þegar þú vorst að tala með sko, Emma Watson úr Harry Potter var að byrja með gaur Hitt var skotar á sko Það er ekki skotar ás allstaðar Þú verður, ef þið finnst hitt gúrka þá verður ekki ánæðið með síðasta mólan Daryl Hannah, veistu hvað það er? Nei, sem leik í Splash sjóna Splash? Já, það er reynda mynd frá 89 með Tom Hanks Veistu ekki hvað Daryl Hannah er? Var það Kill Bill? Hann er náttúrulega ungur Sko, hún er brjáluð út af þáttunum Love Story og eina ástæðan fyrir mig langa að taka hennar móla Þetta er ekki merkilegu móli, nema það Ég er búin að sjá fyrstu 6 þættina af Love Story Hvað er Love Story? Þessi þætti fjalla John F. Kennedy yngri High quality shit? Já, þetta er mjög gott Og Caroline Bassett Hvað eru þeir? Þetta einhvers er Rakel kefti Nei, þetta er ekki á Netflix Þetta sé ná Já, þetta er á einhverju veitu Og sko Ég er búin að horfa fyrstu 6 þættina Ég er ekki hissa yfir að Daryl Hannah sé brjáluð út í þessa þætti Því að hún er, þetta er byggt á sannri sögu Hún var með John F. Kennedy yngri í 5 ár Og hún bara er portréttuð í þessum þáttum eins og hún hafi verið eitthvað tæp eða bara eitthvað aðinni Fyrsta sem ég sagði við Rakel eftir fyrstu 3 þættina Ég bara, Daryl Hannah hún er ekki örugglega bara live and kicking Það er að koma eitthvað frá henni Og stuttu setna kom þetta Því að hún er máluð hræðilega í þessu þáttum Þannig að ég er dauð vorkenni Því að þau voru saman í 5 ár En er það ekki rétt? Hvernig það var? Nei, hún er núna brjáluð og segir að sé bara ekki til þessu Sko í þáttunum þá kemur hann einhvern tímann heim eftir að vera eitthvað starf úti Og bara allir vinir hennar með eitthvað kókainpartí heima á honum Hann brjálaður upp Hún segist aldrei að haldi kókainpartí og aldrei tekið kókain og ævi sinni Það er ekki hægt að þessu að minn heyrtendar skoðan, ok? Svo þegar mamma Lofar að Daryl Hannah var á stikkjónum hann á þessum tíma sko En sko versta í þessu er þegar mamma steir í þáttunum sem var náttúrulega bara íkon Kennedy fjölskyldan er svona royal fjölskyldan í Bandaríkjunum Þetta er það næsta sem við komast í að vera með konungsfjölskyldu Það er bara the Kennedys Og þegar mamma steir þá er hún bara látin Þau eru bara hætt saman í hálft ár eins og hún hafi tróðið sér inn í jarðaföruna fyrir myndatökur og eitthvað og þetta var hræðilegt Ég er vorkinni Daryl Hannah og ég er ekki hissa Hún hafi látið í sér heyra eftir þessa þætti Já, ég svo veitu ekki hvort þetta sé bara hárrétt í svona þáttum og hún er bara hvernig eina setja út að eða er þetta manjör Við veitum ekki til það Þau voru saman í 5 ár Ég kaupið ekki Ég vorkenni Og já, þetta var slúðrið Steindi, ertu ósáttur með slúðrið í dag? Nei, fyrsti mólin var alltaf frábær Bullandi aksjón En ekki hitt Nei, sko, þú veist að tala með Það ástæða fyrir að Guinness er sopnaður þetta Guinness byrgi Hann er eins og pabbi sinn Pappa satar að sofa Hann er eins og þú Ég legg mig ekki Mér fannst svona eitthvað svona þessi kom með kærasta svolítið þönd en Emma Watson Já, þú veist að því að þetta er bara kæró
En skotárásin var hjúts. Já, ég var að kynna mér þess. Það er 99% líkur að hún sé ekki með eitthvað gæja. Hún bara með gated property, hún með security kerfi. Ég pakkaði steinda saman. Það er mjög ólíklega, en þegar hún fer út þá elti gæjana. En hún er heima, þá er hún bara með kerfi. Það liður allt með lífvörð. Þetta er ekki svo bara gated community. Já, þú veist. Þú ert ekki svo fossetinn bara með einhverja lífvörð. Það er nokkuð skiluru, en er Guinness á lífið eða? Já. Við skuldum auðlýsingar og svo það spurningkeppni Gilsannas King of Bad Luck, Ari Eldjárn og fleira. En fyrir mjölusingar. Þetta er topp tónlistarstöðin FM 957. Þetta er okkar besti maður Justin Bieber. Hann verður á Coachella í ár og víst var hann undirbúið það og já, ég held að það nú komið nokkru sinni fram hér í FM 957 blöð. Við höldum með okkar manni. Heldur hann nenni því giggi eða? Já, hann er víst bara komin út og er byrjað að ræða og ætlar að setja á eitthvað alvöru sjó. En það hefur hann ekki haldið tónleika held í ykkur 4 ár. Fann trúna bara. Já, en það er bara, veist, þetta er ekki Justin Bieber stærsta popstjarni í heimi. Ekki nei, hann er það ekki. Hann var það. Er það Kanye kannski? Nei. Ég veit Hver er stærsta popstjarni í heimi? Í dag? Já. Alls ekki Kendrick. Ég held að þú ættir að setja miða í sölu á Justin Bieber tónleika eða Kendrick Lamar, þá myndi vera lengri röð eftir Justin Bieber miðum eða við vorum hinskilin. Taylor Swift er ekki óvinsæl. Taylor Swift. Það var að tala currently sko, en þú veist overall þá er Bieber alltaf up there. Hann er legend. Já. Það er bara þannig og við höldum með okkar besta manni. Ég vona hann bara að gera allt vitlaust á Coachella. Já. Við höfum aldrei verið ángað. Hefur ykkur langað á Coachella? Hvar er þetta til? Já, það er í LA. Þurfum við ekki að fara á einhver alveg tónlistátíð það? Já, eina sem við þurfum að fara á og erum á leiðinni, það er Halloween party Heidi Klum. Já, við erum á leiðinni. Við verðum þar 31. október í New York. Sko, er það staðfest, skjálfest og þinglýst það? Er það? Ég er búin að fá það staðfest og skjálfest frá Rúrik. Við segir nei, við vilja ekki fá Dr. Phil í partíði sko. Mest ólíklegt, en Rúrik er bara vátsa bara hæður, þetta er bara on. Ég er búin að fá bara, ég plus 3 eru bara on. Já, við erum að fara að mæta í þetta partí. Já, það er þetta rosalega, þeir eru búin að setja þetta í kalandirinu. Þetta er komið í kalandri á mér og ég byrjar að hugsa búning. Alltaf, hvenær þurfum við ekki að fara að bóka flug og þurfum við ekki að fara að snúa okkur eitthvað í þessu máli? Það er ennþá hálft af, sko, það er mars núna, reynda styttist í apríl sem er besti mánuður ársins. Tíminn flýgur. Það er uppáhaldsmánuðurinn þinn. Já, það er bara yfirbyrðamánuður. Það meirist eiginlega núna, bara svona seinni partinn í mars er þetta byrjað. Þess að í kvöld, það er Grindavík Stjarnan í að Tindastóll í körfunni, meistaradeildin er komin í voru ekki að horfa á þetta í vikunni. Það er allt í gangi núna. Þannig að svo er að fara í páska bingo félagarnir. Það er bara hérna 1. apríl. 3 vikur það. Svo er risa tilkynning hjá okkur eftir 2 vikur. Það er risa tilkynning eftir hvað, 2 vikur? 2 vikur nákvæmlega. Það er komið rosa með páskabingo. Það voru komið sko rosalegi vinningar. Vinningu komið bara halva M. 1 vinningur, halv M. 1 vinningur? Það er segja frá því. Ég, akkur ekki. Ef það 3 vikur í þetta. Já, allt í lagi. Hár ígræðsla. Það er verið að gefa einhverjum sköllóttu gæja að fá þykkt fallegt hár. Já, sko, ef þú vinnur þá getur þú gefið eitthvað sem er sköllóttur. Já, vonandi vinnur eitthvað sköllóttur, sko. Þetta er frá meistur sem er með betra hár.is. Já, tjekka hvort það Guinness er komin í páska. Hann bara rakst í Pepsi-kassaninn. Sko, það sem er inni í þessu pakka, bara þegar fólk er alltaf margir sköllóttur núna að hlusta, sem vilja fría hárigræðslu, það er sko, og fer bara hárigræðslan er innifalinn og þjónusta fyrir á og eftir aðgerina 5 stjörnu hótel, 4 nætur þar. Já, í Tyrklandi. Pikkaður upp á luxusbíl, hvert svo þú fer, skuttla, það er ekki spáið neinu, það er ekki eitt leigubíl sem það fer. Og svo eftir aðgerið dekrað við þig 500 króna vinningur. Það er rosalegt að skrási í páskabingo blökarsins og vinna hár. Bara þú búin að sköllóttir í mörg ár. En sko málið, ef þú ert með helviti mikið hár og vinnur þetta, þá gefur ykkur þetta eða selur þetta, þá getur þú selt þetta bara hálfverið á, það er 250.000. Það þekki allir eitthvað ból, sko, margir sköllóttir kringum mig. Teldu upp hvað þekkir marga ból? Poop, Geiri Slæs, Jóngur og Geirdal. Það er einhverjum kringum mig sem er ekki sköllóttur. Það er meira þar, sko. King Mike. Já, Mækarinn. Hann er ekki sköllóttur. Mækarinn myndi aldrei borga krónu í þetta, en hann myndi fara ef hann myndi vinna hann að pakka. Þá færi hann. Herðu, drengir, ég ætla að fara í lið sem við mikið farið í lengi. Hann heitir Hvor er nær? Það er páskabingo, það er 1. apríl. 1. apríl. Og það er ekki gap, þetta er bara rauðdagur daginn eftir, þannig að fólk er hann að hafa gaman. Já, þetta verður stemming og það er miðvikudaginn eftir 2 vikur. En, drengir, Hvor er nær? Fyrsta spurning.
Já, þið þurfa að senda mér, ég þarf að vera með síman. Já, més. Þið þurfa að senda mér á Messenger svörin og sá eitthvað sem nær fær stig. Man ekkert hver vann þetta síðast að svo langt sinni fórum í þetta. Ég held ég tekið þetta síðast 2-1 síns mér. Nema ég hef glemt að skráða það. Já, ég gleymi náttúrulega, þú ert með allt skráð. En það með sýnist að ég tekið þetta 2-1 síðast. Og svo Steindi bara niðurlega mig öllum öðrum kefn. Ég hef búin að vinna einu sinni, hann alltaf unnið mér einu sinni. Hann ekkert eðlilega góður í En þá ertu heitur núna. Herðu, eru þið tilbúinir? Danny Sarah það eru ekki, ok, þetta er kærustu Danny Sarah. Ok, þetta er kærustu par frá Kamerún. Þau settu heimsmet 2013 fyrir lengsta kynlíf allra tíma. Wow. Og ég spyr ykkur drengir, hvað stóð þetta kynlíf lengi? Lengsta documented kynlíf, sko. Já. Það er einhver sem hefur verið. Það hefur enginn verið lengur, ég get alveg lofað þetta. Nei, Þau eru náttúrulega að reyna að setja heimsmet. Þú veist, allir sko bara málið að það myndi enginn nenna lengur en bara hálftíma, það nennir enginn. Já, ekki nema sért að reyna að setja heimsmet eða sína þig. En náttúrulega, hann er náttúrulega meðan stífan en það er ekki allan tíman. Það er hættult að vera með stífan í x marga klukkutíma. Það er líklega svona flöskuhólsin í þessu atriði, sko, því að það er hættulegt meðan stífan á lengi, sko. Já, hvað ætlum megi vera meðan lengi? Stífan lengi? En mál er að Gerðurgrændin veit allt. Já, en hann hefur ekkert Ef kaldur hann hugsa í spyrinu, hvað má vera stífan lengi? Hún heldur að stefni ykkur að góða helgi. Hvað má maður, ég ætla orða þetta pent. Ég er ekki bara á gerðurgrændin á mótið mér, sko. Nei, hún bankar upp á meina bláa töfluhandaði, maður, hafi ekki ágjör þess. Eru þið búin að senda svörin eða? Ég var að gera ykkur þetta. Ég ætla, sko, málið það að ég er ekkert vissum að hann hafi eitthvað fyrir beðan stífan. Þetta er bara annars getur þetta ekki. Jú, að stunda kynlíf. Kynlíf það getur verið alls konar. Það er ekki að vera stífan. Sko, yfir 4 klukkustundum þá þarf eiginlega að fá læknisaðstoð, sko. Já, eftir 4 klukkutíma þarftu að lækna. Þannig að þessi gæði var að taka álur séns eða fór yfir 4 tíma. Ég er að fara að gíska að þetta sé nefnilega bara heilt dagur, sko. Svona galinn tími. Þess vegna held ég að þetta hafi nú ekki verið alveg. Ég ætla að segja okkur blöð, ég er að senda þér þetta. Sendið þið báðir. Ég get sagt ykkur það, þetta er í klukkutímum og svo náttúrulega eitthvað á klukkutímur og mínútur. Já, ég ætla að senda þér. Svo ég gef ykkur smá hint. Ok, farið á mér. Ok. Herðu, Steinþór Hróa Steinþórsson segir 12 tímar og 20 minn. Og 20 minn? Það er klukkutíma og mínútur. Egill segir 18 tímar. Já. Heimsmetið, lengsta kynlíf sem að vita eru 15 tímar og 7 mínútur, hann Egill komið stig. Það ekki? Anskotin. Hvað Steindi sagði hvað? Hann sagði 12. Og ég 18. Já. Þú, hvað svarið, 15? 15. Það er akkurat þarna 3 tímar á milli. Nei, ég vinna því ég sagði 20 mínútur. Já, herru, 20 mínútur bergisu. Ég tók þetta. Hvað var ég að segja þetta? Hvað held ég bara ekki kjátt? Ég er náttúrulega hræðilegur í starffræði. Þetta átti að vera jafntefli fyrir utan þess að 20 mínútur. Steindi nær stíðuna með 20 mínútum. Já, það er rosalegt. 15 tímar. Ég hefði verið til í að taka hana punkt, en ég vil ekki svindla. Þú svindlar ekki. Það er nokkuð ljóst. Herðu, Steindi komin 1-0 yfir. Næsta er hálf ógeðslegt, en það eru lengstu táneglur allar tíma, drengir. Oj. Já, og það er hún Louise Halls frá Compton í Kaliforníu sem á metið og er búin að eiga það síðan 1991 og ég spyr í sentimetrum hvað voru tánegluna? Þetta krullast einhverja hringi, sko. Þetta krullast, sko. Þetta er ekki verið í skóm. Hvað er eitthvað að þessu liði? Það vilja allir bara komast í eitthvað met. Ég held að þetta sé eitt af ógeðslustu metur sem þetta sett. Já. Fyrir utan kannski að fara ekki í sturtu eitthvað svona djúf. Þetta er eiginlega verra. Já, þetta er bara ógeðslegt. Ég segja þetta í bara, já, ég komið á þig. Já, komið á mig. Ég líka. Þú ert að senda í sameila tjatið eins og en idiot sandwich. Nei, það. Sko, þú varst búin að senda. Já, ég hef búin að senda áður og gerði sko. Ok, ég ætla að passa Egill 1,5 meter. Já. Það er eitthvað ruglað. 1,5 meter. Það er langt í viðkynna. En ég hendi þetta krullast upp marga hringi. Ég hendi 93 síðan, ég ætla að hendi 55 sem er meter stóni. Ég veit það. En með okkar blöð sagði, það voru líklega Steindi með punkt aftur þarna sko. Já sko, hann segir 93 cm. Lengstu táneglur allra tíma voru 15,24 cm. Það er bara pínulítið. Það er samt ógeðslegt. Það var eitthvað 40 hringi. Þú sagði 1,5 meter. Ertu vissum þetta blöð? Ég hef sé myndir af sko manneskjur sem er lengstu neglunar í mig og það krullast upp í. Það er svona 2 metrar. Táneglur það koma hægar upp. En satt ógeðslega með 15 cm táneglur. Ég myndi að æla. Ég langar að æla, bara hugsa út í þetta. Þú getur ekki farið í skó
Ég held að ég myndi hætta með maga mínum. Ég veit ekki hvað Eir Plóter segir við því, en að naga hérna snúrun og headphone. Ég er búin að taka þetta á honum. Herru, ég er ekki vissum að Plóter sé ánað með þetta. Ef að Gurri og Sigrún myndi segja núna, herru, ég ætla að slá þetta heimsmet með tásunar. Já, hvað myndu þið gera? Myndu þið styðja það? Ég myndi ekki styðja það. Minnst þetta viðbjöður. Hvað myndir þið bara leave the family og bara heyrðu ástu mín, ég er farin? Ég myndi ekki fara, en ég myndi ekki styðja, það er ekki support frá mér þarna með að samna. Nei, en ég meina þú veist. Myndur þið vilja um til ná heimsmetinu? Nei, ég gilur fíla að vera í háhæluðum skóm, sko, þetta er að vera þá. Maður myndi segja náttúrulega bara svona, maður myndi segja þetta er ekki gott, þetta er hálfógislegt, en þú veist, ég minna En hún tekur bara ákvörðun, ég ætla að setja þetta heimsmet. Þetta er ekki hálfógislegt, sko. Þú veist, ef ákvörðun er tekin, þá er hún tekin. Hvað aldrei að Sigrún myndi segja því að þú ætlaði að safna, þú kannu að segja þig, myndi segja að vera viðbjöður. Þú bara gera slítið sama hann við frúna, þetta er. Myndi hann fara frá þér ef þetta reynir þetta? Nei, ég held að þú myndir ekki gera það, en henni myndi finnast það glata og svona neyðilegt að vera að fara með mér út um allt. Þú myndir aldrei styðja. Ég var á tánum. Þú myndir ekki styðja þetta. Ég myndi ekki styðja þetta, ég myndi segja að þetta væri viðbjöður. Er ekki afmælisbarn? En ég myndi ekki, þú sagðir, myndir yfirgefa? Nei, þú sagði það og þá sagði þú, nei, maður myndi bara styðja hann í þessu. Já, þú veist, ég meina, hvað ætlar að gera, hún er komin 10 cm inn og ætlar að vera bara en þá einhvers staðar heimindi í hotna að setja sér ógislegt, þú getur ekki þó er einhvern tíma að kynkja því bara og segja bara, herru, þú nærður þessu það er ógislegt, það sem Rikki G gerir hann klippir neglunar við framan sjónvarpið í sófanum, þannig að svona skjótast neglur út um öll stofugólf og sem er, herru, ekki verið að segja vondasögur Rikka, hann ammali en akkur segir það hann sagði okkur svo sögu já, þetta er ekki flattering saga fyrir Rikka, sko en þetta er ammælisbadagsins og elskum ándu lífinu, þú sé andlitið Rikka, ég var að rósa hann fyrir aðan, sko já, reyndar, þú vorst að taka samlokun og þú ert að rósa og gaggrina, eru þið tilbúinir í síðustu? En samlokan er samt ekki góð, sko hvað haldið þessi lengsta tunga í heimi? frá, hvað mælur hana bara frá seniorinn er alveg upp þér, sko pappiðin? Já kannski útskýrir okkur hann í 3 börn seniorinn fullt af fólki sem er 3 börn seniorinn er hérna seniorinn getur sett tunguna á sér upp á nefið á sér ekki bara snert tungubrott upp á hérna en getur eitthvað slitt að segja ennið nei því kannski eðlilega þá ertu bara eðlilega en málega það þetta er samt ekki það mikið af því að tungur eru ég held að meðal tunga sé bara þú ert að hjálpa aglinu þú ert búin að vinna hvort það er 2-0 hann setja þetta konsum neyri sammeila tjatti ég ætla að segja ég sé þetta smástund hvað giskar á sko ég ætla að setja 10 cm og hérna ég er búin að henda þín hvað segir þú? Sammeila tjatti sko ég segi það, ég seti 14 10 cm er hárrétt 10,1 þetta er hjá Steinda Junior 3-0 hann pakkaði þess að þegar venjuleg tunga er bara eitthvað blöss aðeins 7 cm þú bara pakka mig saman í öllum keppninum að einni þetta verður alveg helgi hjá Steinda herru það var algjör topp maður að gefa þú vorust að fara inn í þessa helgi sem sigurveri okkar besti maður Pretty Boy Choco hann var ekki út nýja plötu og til hann ekki elskuðu Pretty þetta er okkar maður rosaleg plata og þetta lag hérna er alvöru það heitir Þú ert ekki hér og þetta er a banger eins og þið segja FM 957 það held ég fyrir að hlusta hér á FM 95 blöð á FM 957 við erum ekki í beinni útsendingu núna og ekki inn í klefa ég siti hérna einn með ef við ekki að segja besta grínasta Íslands sögunar Ari Eldjárn, verður velkomin hush, sko það er svo mikið að gera hér að við þurftum að vera bara 2 núna á skrýtnum tíma því að sko ertu mest busy bara maður landsins þess að það mætti segja það? Nei, þetta er tímabundi svona út af því að það er Stjörnubíó er í loftinu við erum ennþá að vinna senasta þáttinn það er Stjörnubíó í loftinu Taskmaster kom inn á Sýn Plus sem við ætlum að fara aðeins inn á og það er frumsýning í dag og þú ert að fara að skemmta með ísmá í höllinni á eftir rétt þannig að þetta er við þurftum að tróða það breytt inn því við þurftum að fá að spjalla þess við nýja þáttinu til að hafa mikið með hann takk hérlega fyrir með Taskmasterinn sá hann í bíó ekki virkilega skemmtilegt varstu aðdáðandi þáttana já ég er búin að vera svo mikið í Edinborg og þar er bara svo mikið af þessum grínustum sem hérna eru í breska þættinum og þessi þættir eru bara svo merkilegir í Breitlandi því þeir hafa einhvern veginn krossað yfir í meginströyminn komna 20 eitthvað seríur já, 23 og bara flesti grínist að vilja komast í þennan þátt því að þetta er svona leið til að sína eitthvað aðeins annað heldur en bara uppistandi sitt ég skilji þannig að það var létt fyrir þig að svara þegar það var spennum að taka þetta ég sagði bara já samstundis og Jói var náttúrulega komin inn í þetta áður en að
ég kom inn í þetta og hann náttúrulega bara búin að vera minn partnerinn crime í 25 ár. Já, gaman að sjá okkur saman. Þetta góð kemistría, sko. Ég voru að fíla hana. En hvernig eins og núna, ekki líka alveg sterkt eins og með svona þátt? Ég tala pínu reynslu, ekki það að þetta verður aldrei nýst mér, eins og bara að þú ert að fara að skemmta erlendis, er þá ekki svolítið sterkt fyrir að vera með á CV-inu að þú sett með taskmaster í Íslandi? Það er nú alltaf gaman að fita CV-ið svolítið, sko. En þessi þáttur í, held ég, 16 löndum, sko. Já, ok. Þú veist, ég rendi yfir hverju stjórnarþáttunum í, sko, Finnlandi og Noregi, komin ljós ég þekkti bæði norska stjórnarþáttan og finnska, þetta eru bara upplýsandarar, allt saman. En þetta er nú bara svona svæðisbundin vara. Kostunum að gera þetta á íslensku er náttúrulega að geta gert eitthvað sem er bara til á Íslandi. En náttúrulega fyrstu serían þá erum við að læra hvernig á að gera þetta. Og okkar draumur er náttúrulega að gera fleiri seríur, fá fleiri keppendur. Með fyrsta þátt held ég að vera pottitt fleiri seríur. Já, ég bara vona það, ég vona svo innilega að fólk bara fái sér áskrift og horfa á þetta á Sín Plus. Já, og þetta er bara á Sín Plus, þannig að endilega tryggja ykkur þá. Ég líka, sko, mér finnst kastið geggjað. Edda Björgvins er æðislega. Já, hún er svo mikil kempa, hún og Sveppi er náttúrulega bara einhverja þjóðagerðsema, sko, þau eru svo hókin af reynslubæði. Já, ég heyrði þig einhvern veginn að varst með stand-up hvort það var í Sigursalnum eða púðursigri að Sveppi væri þjóðarkessum eða væri samt svo rót. Sagði ég það? Já, hvernig var þetta? Ég man ekki eftir þessu. Sko, það væri svona, þegar þú fórst að lýsa honum fyrir einhverju bara, já, þetta er algjör þjóðarkessum en hann er svona og svona, já, ok, það er skrítið þjóðarkessum. Nei, hann er ótrúlegur, sko, við erum að vinna svo mikla rannsóknarvinnu hérna í Stjörnubíó og við rákumst á myndbrot að Sveppa frá 1998 eða 96, að fá að leika eitthvað. MTV heimsótti Ísland og fór á djammið. Það er eitt að finnast það sem ég séð. Og hann er með rautt litað hár og hann er svo ungur. Hann er svo lélegur í ensku þetta, sko. Já, maður Sveppi, við erum góðið Breiðholti Drinklandi. En hann er algjörlega með þetta. Maður sér það bara strax, þessi maður veit hver hann er. Hann er snillingur. Og hann er snillingur. Og svo hefur maður bara það að hafa hann hérna á tökustað í Taskmaster. Hann segir alltaf eitthvað fyndið, hann hendir alltaf einhverjum bolt á aðra. Hann er svona Eiður Smári einhver, sko. Hann er svona mótor á miðjunni, sko, dælir út sendingum og svona. En það er líka ógeðslega þægilegt, ég tók eftir eins og að vera með, hann er svo vanur í sjónvarpi, Sveppi, hann er þægilegt að hafa hann með hinn eins og Snjólaug og þeim öllum, ekki þá er ég ekki að gera lítið úr því en kannski ekki vön sjónvarpi. Bara Edda og Sveppi eru bara svona, þetta eru trúðar sem þú þarft ekki einu sinni að setja tíkall í. Nei. Það er bara Ég dýrkaði þetta þarna bara. Já, hún bara, það er svo lítið mál fyrir hann að búa til eitthvað, hún bara dettur í einhvern, veist, ég nennis ekki, leiðinlegt. Og það er ekkert að stressa sig. Bara hlæja allir. Já. En hvernig mér langar að spyrja eitt líka, ertu, eins og þú talar þú þekkir hérna norska uppistandarann sem er með þetta úti, finnska, ertu rosa mikið að skemmta erlendis? Já, ég túra Evrópu rosa mikið, ég verð alveg á fartinu núna í september og oktober til 13 landa, það er rosa gaman. Búin að búa til bara, til lukku með þetta allt saman, búin að búa til alveg nafnaður. Hugleikur hefur túrað Evrópu rosa mikið líka og Greipur Hjaltason er núna að túra Evrópu. Já, hann er fyndinn á samfélagsmiðlum. Já, og sko, hann er með 2 milljónir fylgjenda, sko. Hann er bara aðdándur út allt. Þannig að hann bara drepa niður fæti í Gríklandi og það er bara uppselt. En hvað kallast eins og uppselt? Hvað er þetta stór venjú sem þetta skemmta þá það svona algjörlega afstætt hvað? Það er alltaf eins og í Edinborg þá maður alltaf það er uppselt á alla sýningarna mínar. Það segir aldrei neitt að það er 50 manna salur. Nei, ég skilji. En nei, bara uppselt er uppselt og svo bara afstætt hversu stór salur. En hvað er svona stærstu salir sem þetta skemmti? Sko, minnstu salirnir sem ég er skemmti eru 100 manna salir. Stærsti sem var seinast í túraði var í Köpen sem er þarna Danmarks Radio konsertsalinn og það er 1200 manna salur og það voru 2 sýningar þar það selst langmest í Danmörku hjá mér erlendis. Þannig út svona stærstu þar af þessum löndum? Já, það bara Netflix specialinn trendaði þar. Okay, það er líka mjög mikið Dani í honum og það er ógeðslega gaman því að ég náttúrulega eins og flestir Íslendingar er með massífa minnumáttakend gagnvart Danmörku. Vil alltaf að Danir viti að Íslendingar eru nú alveg ágætir. Svo hefur mér tekið svo vel þar. Þannig að ég verði í Kongelige Teatran á Kongens Nytorv núna. Ok, og það bara skildi ekki orða það sem þú sagðir. Nei, ekki heldur, sko, ég er að lesa þetta blaði. En hvað á eftir Ísmó í höllinni? Já. Ísmó er finnskur uppistandari sem að bara sigraði heiminn. Hann flutti til Bandaríkjanna fyrir 10 árum og bara er á heimsmæli hverða. Já, mjög finn, þú ert mann þekkin í mörg ár. Já, ég er þetta svona community bara hjá grínistum? Sko, finnskir uppistandarar eru rosalega tætt hópur og það koma ekkit svo margir erlendir grínistar inn í þann hóp en þeir sem koma, þeim er bara tekið
með opnum örmum. Já. Ég fór fyrst til Finnlands á einhverju hátíð fyrir sko 15 árum og þetta varð bara, ég læriði að flytja uppistand á ensku í Finnlandi af öllum stöðum og þar kynntist ég honum meðal annars og við bara heldum alltaf sambandi og hann kom til Íslands, hann var með Íslandi og hann var með sýningar í Tjarnabíó. Mér finnst það ógeðslega áhugavert. Já. Þú lifir mjög áhugaverðu lífi þar. Þakka þér fyrir. Það er bara þannig. Mér geggja það og setja ferðast um heiminn bara með stand-up. Við náttúrulega dróst mjög mikið saman í COVID, maður hefur tekið langa pásur í því en ég reyni að halda þessu erlendadóti aðeins á lífi. Já. Því það er bara gaman. Minn draumur var alltaf að verða bara atvinnumaður í gríni, svona eins og atvinnumaður í fótbolta, svona eins og Indriði Sigursson, verið í landsliðinu, spila fyrir einhvern klubb í Noregi stundum, vera sem bara góður, búa bara í Íslandi. Ekkert haft eitthvað ofstórt. Nei, algjör óþarf að fara eitthvað flytja til Spánar að eilífu, sko. Það ég skilji. Sko, það er alltaf þegar fólk kemur, þú ert ekki að plugga, minnst alltaf gaman, við köllum þetta plugga, náttúrulega Taskmaster mættur inn á Sín Plus. Þetta allt bullandi plugg. Já, en ég alltaf með reglu að þá get ég beðið eitthvað í staðinn. Já, og það rétt, það má ekki bara tróða auglýsingum onni fólk. Nei, það og ég held þú vitir alveg, sko ég ekki að fara að beða bara Bubba, þegar þú veist alltaf þeir hitti þá beðið Bubba. Mér datt í huga að vera með hraðaspurningar og þú ert ekki að fara að svara eins og þú heldur ég búin að setja þetta upp 3 nöfn sem ég hef séð þið taka helviti vel sem eftirhörmur. Það Bubbi Mortens, sleppu honum aldrei. Svo ertu byrjað að taka Ágúst Bent sem ég erst geggjað, heyrðu það daginn. Hann snillingur og ég búin að vera með hann alveg á heilanum núna í heilt ár. Hann að fara að svara 4 spurningum. Já, ég ætla að gera mitt besta þar. Hvernig, getur gefið okkur smá Bent áður fyrir mig? Hvernig vinnur með röddina hans? Hvað svona... Ég bara gríni mitt með Bent að hann bara, ef maður myndi bara heyra röddinans, þá væri mjög erfitt að fatta hvaða aldri hann á. Hann lítur glæsilega út sko í ein personu, en þegar hann talar sko, hann gæti bara verið á grund sko. Þegar orðin eldri en ég held ég yrði, ég held í neðri. Þannig að hann að fara að svara 4 spurningum og svo ætla ég enda Kára Stef. Já. Ok, ertu tilbúin í þetta? Já. Þá þetta kallist hraðaspurningar, þá máttu alveg leika með. Þú ert ekki að svara hratt, ég vil frekar þú pælir aðeins og svona. Ok, við byrjum á Bubba. Herru, jæja Bubbi, besta bók allar tíma. Það eru 2 bækur, það Steppenwolf eftir Hermann Hesse, hún Dínamítapapír og svo Hermann og Didi eftir Guðberg Bergsson. Þegar þau skrifa I love you, fuck me á kassan í fristihúsinu. Þetta algjör snilt. Ok, þá er það næsta. Skemmtilegasta sem þú gerir, Bubbi? Skemmtilegasta sem ég gerir að klippa rósir, rækta rósir og kaupa mold, gróðumold, setja dökka mjúkandi, ilmandi mold frá hálsi. Ég elska mold. Elska mold. Hver þinn helsti kostur? Hvað hógvær? Hver þá þinn helsti ókostur, Bubbi, síðasta spurning? Já, ætla að sé ekki bara ég þoli ekki óréttlæti. Það mikill ókostur í íslensku þjóðfélagi. Það bara gott fyrir mann að þola óréttlæti ef maður ætlar að búa hérna sko. Ok, Bent komur í stólinn. Bent, besta bíómynd allar tíma. Já, ok, ég bara veit ekki, það er svo marga myndir sem komið til greina en það ekki bara segja en bara ég reyndar ekki hugmynd hvað Bent fílar í bíómyndum en hann örugglega með eitthvað mjög ákveðna skoðanir. Já, leikstjóri, bara komdu með eitthvað, búðu bara til eitthvað. Já, ég vil segja hann að besti leikstjóri landsins er náttúrulega klálega ég sko. Já. Og þá helst þriðja serien að Steinda og svo Steypistöðin. Steypistöðin, hvað drekkur á djamminu? Það er Bríó 0%. Bríó 0%? Já, þú sér mjög upp með dós en þetta er allt ofengt, bara segir það sko. Já, það eru breyti tímar höður. Já, heldur betur sko. Hvað kveikir í þér, Bent? Spurning er þetta eiginlega, ég veit ekki, bara eitthvað grín sko. Ég er bara slagur sko. Bara gott grín. Já, þessi spurning kveikir ekki í mig sko, það er alveg á hreinu sko. Og síðast að þið Bent áttu eitthvað lið í ensku? Nei, ég held að það er bara eitthvað nörda sem að fylgja með fótbolta sko. Ég horf stundum á bardaðalistin en ég er ekki með neitt lið sko. Ekkert lið ensku? Það er bara Newcastle eða eitthvað. Já, Newcastle, það er gott svar. Þá endur við Kári Stef að koma í stólinn. Síðustu 4 spurningarnar. Kári Stef, hvað fyrir mest í taugarnar þér? Bara mjög illa undirbúna spurningar og kranablaðamennsk almennt og ég verð að segja að þetta fyrir mikið í taugarnar á mig. Þú fyrir mikið í taugarnar á mig líka. Auðun Blöndal. Já, ok. Hvar líður þið best, Kári? Mér líður best þegar ég er að keyra einhvers staðar í Midwest í Bandaríkjunum og er að fara á tónleika.
Það er það besta sem ég veit. Það er besta sem þú veist upp á tónlistamæðurinn, talandu Það er tónleika. Bob Dylan allan daginn. Bob Dylan og ég hef séð hann mitt á tónleikum í Midwest og hann er algjörlega fucking snillingur. Já, og þá er það síðasta, hversu myndalur eftir á skalan 1-10, Hvursta Kári? spurning er þetta, 1-10? Akkur þú setur þennan fáralega skali, þetta þarf að vera minnst okkurstu 100 og ég myndi segja það er ekkert að mæla þetta. En þegar ég komin af afbyrða fólki með frábært gen og þetta mishefnast gjörsamlega og ég ætla að taka hennar fucking mikrofón af mér. Ég farið út úr sæl. Með þessum orðum kveðjum við Kára Stef, Ágúst Bent, Bubba Mortens og Ara Eldjátt. Ari, til hamingju með þetta allt saman, Stjörnubíó og að sjálfsögðu Taskmaster. Má ég bæta við einu? Sko, ég hermi rosa mikið eftir fólki en ég hermi alveg eftir fólki sem ég bara er eitthvað umgangast og núna er ég að klippa þættina Stjörnubíó og ég er alltaf að horfa á sama fólki aftur og aftur og uppáhalds eftirherma mín núna er pappans stóra DNA. Dóri Stóri. Já. Hann er bara Er hann góð eftir hérna? Sko, nei, bara það að leika hann sést í þættunum sem verður Hrafnin flýgur og hann er líki Stelli Ólu þættunum og alltaf þegar hann talar hann bara hann einhvern veginn talar svona hérna og svona dundra hlutunum út og það er svo gaman að tala eins og hann. Er hann líkur sinni sín? Dóri er smá svona stæling á honum á einhverju leiti og ég fór að sjá Dóra í gær Feita hjartað. Geggjuð sín. Ég veistu bara, hún er geggjuð. Já, við fórum að sjá daginn. Og þar er kapli pappans og mömmans. Ég hló svo mikið. Ég bara, ég verði eiginlega að segja, þú veist, það er ekki mitt að plugga þessari sýningu og þetta er vinur minn og allt það. Já, og sýningin er geggjuð. Þetta er held ég eitthvað, það finnast það sem ég sé, sko. Já, ég er sammála því, tryggja ykkur með á Feita hjartað, kíkið á, er uppselt á Ísbó. Ísmó? Nei, ég held að segja ennþá til miðar, þetta er náttúrulega í höllinni. Þetta er í höllinni, það er nóg pláss. Já, ég held að segja eitthvað laust ennþá uppi í hérna stúku á þar. Ok. En já, ég mæli með að fólk smelli sér á Ísmó, þetta er á heimsmæli kvarða og bara hvílík típa, hann tafsar og rugglar á suðinu mjög mikið og ef maður veit ekki hver hann er þá er maður bara, hann kemur hello, I am from Finland svo kom bara 500 brandarar. Ég fíla að ef þið eru ekki að fara þess vera á Ísmó þá mælum við að sjálfsögðu með að fara inn á Scene Plus og horfa á Taskmaster sem er komin inn á Scene Plus. Ari, takk kærlega fyrir komina. Heiður að fá þig eins og allt. Þetta er FM 957. Þetta er að mínum að þið vannmeti lag með okkar besta manni M&M Space Band. Man þegar þessi plata kom út djöfull finnst mér þetta flott lag og finnst það ennþá. Annars er það að hlusta hér á FM 957 á FM 957 og það er komið að spurningakeppni Gilsarans og þetta var tengt föstudaginn 13. King of Bad Luck, sagður Já, en Gerður getur vil meina að það er ekkert sem er Bad Luck fyrsta 13. Það er Manure. En það er bara Urban Myth. Þetta verður ekki verið áður, sko. Nei, það er alveg ótrúlega. Þú getur enda að funda eitthvað nýtt. Já, það er ótrúlega, sko. Á pæliði, sko. Þú ert farin að stretch, sko. Hvað var þetta? King of Ógeðum daginn, King of, þetta er orðið skrítið margt. King of Ógeð verður nokkur sinnum. Það var skrítnast í þessu. En þetta er orðið, hvað? King of Jöllur er hræðilegt. Þetta er King of Er þetta King of Friday the 13th? Það er King of Bad Luck, svona. Já. Ok. Þú veist, þetta er bara mér veist ég báðu vera bara frekar heppnir og svona. Já, þetta er ekki eitthvað svona keppni, veist, maður er ekkert eitthvað, það er ekkert keppniskapið manni, veist, það er King of Bad Luck. Já, í rauninni viltu eiginlega tapa það. Já, þetta er eins og King of Ógeð, þú vilt ekki vinna þetta. Steindi alltaf, hann pakka þeirri keppni alltaf saman. Ég er ekki bara búin að vera einsunni. Það er tvisvar. Nei, það er seasonal keppni. Shit. Hann tók hana tvisvar á okkur 3 mánuðum að því hún fannst svo keppni. Og þú voltar yfir. En ég veit ekki hver er óheppin, það kemur ljós. Ertu óheppin eða heppin í kasínó? Óheppin. Ykkar faglega mat. Þú ert óheppin í kasínó. Sko heppna til króksarinn er 100% annarkort landakös eða húgi með. Þeir eru heppin. Já, sko, Munur nákvæmst Steindar við segjum satt. Já, ég sé samt blöð. Þetta er ljúi. Það er, ég finn skrítið eftir öllu ára að landakös ég alltaf slettur eftir hverja ferð, sko. Eftir ykkur 20 ferðir en ég vilt slettur, En áttur við að húgi með alltaf komið með tróðfulla vasa af Cold Hard Cass þegar hann fyrir þess að það er ekki alveg þannig heldur Ég held að það sé nú ekki hann En það er líka Manure. Hann er auðvitað aukvöld sem að grætt Ég er ekki að segja það, sko En hver er heppnasti, hvaða króksar er með þykkt hár og græðir alltaf? Einu króksarinn sem er þykkt hár er Buster. Hann er eini króksarinn Það er allir sköldur í kringum. Hann er eini sem er með hár. Allir hinnir. Já
sköldurinn En nei, ég myndi ekki segja sér heppin í kasínó. Hafið aldrei pælt í þessu? Nú er ég ekki Árni gerir með hár. Ég er ekki Árni gerir, jú, reyndar Hann er mjög lítill gambler, sant? Ég er ekki að fyndin eða neitt, sko. En börsbúsín er með þykkt fallegt. En hafið aldrei pælt í að hafið, þú veist, eitthvað óvart farið í vassbóli eða eitthvað svoleiðis á sínum tíma? Með hvað? Nei, ég segja því að allir vinuhópurinn er sköllóttur. Allir. Ég er bara spáði, hafi aldrei pælt í að hafi einhver tíman eitthvað vesend gerst í vassbólinu, svo voru þið bara allir að pusta tennurnar okkur sem aldrei. Hvað er þið króksar á að vera bold? Þetta er þetta geðveikur punktur á Stóni eða sé eitthvað svona, er eitthvað versmiða þarna sem er að Sæðist ekki allar reyna á kjarnorku versmiða. Ég er ekki reyna á fyndin. Ég er basically að segja að það er mjög sjálfgæft að allur vinnahópurinn. Veistu hvað það er? Það er bara hár testi á króknum. Allir spólgraðir hana. Ég veit ekki með það, bara hár testi. Getur við ekki bara lífið þetta? Það er ekki bara svona fín lokun á sig, bara hár testi þarna. Það gætir þetta verið eitthvað svona út á landi, alveg svona massív orka, sko. Já, vonuð það. Þú veist allavega. Nei, ég held að sé ekkert að vatninu þarna. Blöð, ég hef oft séð þið fá 23 og 34 sem er röð, sko, frekar heppin. Ég hef reynd að fengið jackpot. Já, þú hefur fengið jackpot. Jó, ég ætla að segja að það vera heppin. Drullu heppin þannig. Ég get alveg sagt að við erum ekki heppni, sko. En hann er heppnir en ég. Það er hann hefur fengið jackpot. Ég hef aldrei setið og ég hef aldrei verið setjandi í kasino og bjölluna. Þannig að þá lítur Steinda á stigin, ekki ég. Ég meina það var þessu öskra í kasinu. We got a shooter! Þegar ég var hérna í Krabs. Ég hef ekki lendið í. Ég var mjög heppin þá, sko. Ég myndi að vera rare að einhver öskri á mann. We got a shooter. Það var my finest moment. Það var eitt af fyndnasta sem ég sé. Því að Egill, hann nennir ekki að gambla í kasinu. Það vissi ekki hvað hann að gera heldur. Nei, svo var bara að kasta teiningum. Og hann var að kasta þeim og hann kastaði svo lengi án þess að fá 7 að því að þegar 7 kemur. Ég var aldrei lært hennar leik. Nei, þetta er eina sem þetta ekki fá. Það er eitthvað stærri en það, sko. Nei, það er bara eina reglan. En ef þú ferði eitthvað ákveð máttu kannski gera eitthvað og svona. Ég kann reglurnar. Þú mátt bara ekki fá 7. Já, en ef þú ferði eitthvað tvennu eða eitthvað þá máttu kannski bæta við þig. Nei, það er ekki neitt annað. Þú voru bara bett á það að komi tvenna eða komi, þú getur bett á hvað sem er þarna, sko. Og Egill fékk ekki 7 í svona án þess að íkja svona 40 mínútur sem er ótrúlegt, oftast þegar þú gerir þetta þá þú nærð 5 mínútur max og þú ert að kasta þessu. Það er helliks tími, sko. Já, hann var líka borðið var úr tróðið, það var allir á hinu borðinu komnir á okkar borð til að betta á Egil af því að hann var, we got a shooter gæin öskraði, we got a shooter þá kemur fólk náttúrulega, hörðu, ég heyrst vera shooter hann ég var komin líka með á svona rútín hvernig ég tók teiningana og kastaði þeim, sko svo var þetta svo óþægilegt moment það var ekki tröflan, leðum að do is shit svo var hann að leika sér náttúrulega komin í nokkra kalda hana og er eitthvað svona að horfa á teiningana og gaurið með borðið á hann og hann eitthvað þreyttir á hann og segir bara please roll the dice sir Egil eitthvað svona I'm gay, does anybody have a problem with that gaurið sem var að segja hann að kasta teiningun no, ég myndi þetta ekki þannig no, just throw the dice það er bara að komið tíma veit ekki okkur ég sagði það en það var gaman þannig þetta var veisla þetta er líka málið með Krabs er ekki í evróskum kasinu, þú verður að fara til USA til að fara í Krabs það er að því að það er svo dýrt að reka Krabsborð það var svo marga starfsmenn manstu blöð þegar hvað var það, við fórum í draum það var í evrósku draumin það var í verktaki og ég eitti öllu laununum mínum í fyrstu borginni þegar þú tróst í kasinu ég lappaði nú út ég bara, herðu, þetta var launum mín fyrir þess að serið, þau eru bara búin það var eftir á kvöldi 2 þeim heldur mikið eftir gekk ekki vel að kvöldi það nei, gekk ekki vel það er 1-0 fyrir Stóni hefur verið óheppinn og mista flugi nei, aldrei mista flugi nei ég mista flugi eins og til Þýskaland flesti missa ekki á flugi þetta er ekki bara mætir á réttum tíma flesti mæta bara á flugvöll ótrúlegasta dæmi sem ég lendi með þetta ég mista nokkur í vélum, sko alveg slatta, sko og það var ótrúlegasta dæmi var, já, í gegnum tíðina, sko of all time, sko hvernig getur þið mista nokkur flugvöll? farið bara á flugvöll? Ótrúlegasta dæmi var þegar við sérum fórum til Þýskaland og við mistum að fluginu út saman með okkur þannig að og vélum var að fara og ég ringdi í næsta flugfélagmaður og það var lausið með þannig að við fórum klukktíma setna borguðum 2-falt út svo leiðinni heim þá bara við pössum okkur þetta gerist alls ekki, sko stoppum, fórum einhverjum kaffihús og litum á klukkunni, já, nægu tími með það er bara, við hefum alveg 2 tíma bara og fórum tímalega upp á völl síðan, það var djöfus umferðarkjaftaði í gangi mistum að vilni heim
Þannig að ég kefti 4 miða, fattur ég kefti 2 miða út og 2 heim. Og 2 heim. Þetta er alltaf bara Það er aldrei koma fyrir þetta. Það er líklega enginn á Íslandi lendi í sömu ferð, sko. En hvernig sofið þið bæði yfir ykkur? Og til stilli vantalega bæði klukkun, það ekki? Þetta var þannig að Tengdó komin heim til að passa að við vorum að fara miðjan nótt að því að íslensku flugfélögin fljú alltaf á nóttinni, mjög skrítið, sko. 7 mótana, það er ekki nótt. Nei, ég er að segja að þú ert að vakna um nóttina. Það var líka alveg fínt að myndi fljúa bara kl. 10 daginn í hálfdeginu eða eitthvað. En ég bý í Mosfellsbæ, þannig ég þarf að vakna bara 4 nóttina til að fara til útlanda. Og það er ekki það erfitt að sofa yfir sig og þú ert að vakna 4 nótt. Nei, ég með bæða stilla vekjarklukku og bæða klikka, sko. Það eru Steindi 2-0, hann er greinlega king of bad luck. Við vaknaðum bara við Tengdó, bara byrja, ég þykja að vera í flugi. Við bara, fuck, þetta var svakalegt, sko. Ég þykja að vera í flugi. Ertu það óheppin að þú fari ekki hár? Þarna kemur fyrsta stíði mitt, já. Þú ert væntanlega að tala á haustum þá, því ég fæ hár alls þar annars stöðar. Ég var að meina hausinn. Já. Ég er það óheppinn, ég fæ ekki hár á hausinn. Haldi, þú var að keppa núna í páskabingu núna fyrsta, þá getur unnið hár. Ég held að séu öll fyrirtæki á Íslandi sem er að bjóða upp þessa þjónustu búin að senda á mig. Já. Sko, ef þú ferði í þetta einhvern tímann, þá gerur það for the sake of the content. Við munum tala um þetta fram að þessu. Við kemum alltaf með. Curing, tökum alltaf út þátt. Þú ert nýbúinn í mynd. Ég er búin að hugsa þetta. Ég tæk ykkur aldrei með. Jú, þetta tekur okkur ekki. Þetta er luxushótel. Hvað heldur þið séu að gera á þessu luxushóteli menn ég er allir bólginni framan og blóður. Þið er bara eitthvað að fá okkur bjóra og aldrei. Þú myndir aldrei vilja einn af það. Hún myndi alltaf vilja hafa okkur. Það er Rakel með hann bara. Nei, punktur. Ég spurði gæðina á hann að betra hár áðan. Hvernig er með áfengi? Og ég er bara forðin, og það er mismöndi hvað fólk segir þar. Hörðu, þú mátt bara ekki drekka 24 klukkutíma fyrir aðgerð. Þú getur mökkaður bara fram að því. Ég er ekki að tala um að vera mökkar. Ég er að tala um ef þið kemur með, þá er þetta bara skemmtiferð fyrir ykkur. Það menn ég er bara deyfður, allir bólkin og ógestur. Það er bara aldrei. Ertu að segja mér að þú getur ekki eftir velhefnað aðgerð farið niður sem fullorðinn maður í nokkra bjóra og röfla með okkur? Þetta er ekki eins og það. Þeir vil ekki á dettir á hausinn og syngir og segir, herru, ég ætla að endurgreiða þetta klikka. Heldur ég get ekki farið í ferð á hans að fá mér nokkra kalda. Það sem ég er að tala um er ég nenni ekki að vera með ykkur geggjum gýr á einhver 5 stjörnu hóteli fyrir að fara að gera eitthvað skemmtilegt og ég ætla bólgin og sést ekki Hefur ykkur tíma farið í ykkur að ferð á hans að fá þér ykkur bjóra? Ekki verið einhverja að ljúa svona. Nei, hvenær gerður það? Allar vinnuferðir því að taka upp tónlistamenn okkar og fleira. Já, líklegt og hafið aldrei fengið bara bjór. Já, þetta kannski fengið mér eitt kaldan. Ég var að tala um þetta er ekki það sem er að stoppa mig að fara í hárigræslega þegar ég get ekki fengið mér nokkra bjóra. En ég er að segja þátt í mynd, þau eru nýbúin aðgerð daginn eftir, með hana bleiuhausnum. Ekki séns. Ég er að segja máttalega fáður eitt burger og bjór og sitja með okkur. Ég er búin að hugsa þetta, þið fáðu ekki að koma með. Síðan getur bara fengið þið stykki. Það fyrir að vera áfengi. Hættu þessu, svo ætla ég ekki. Það nóga þeim en Tyrklandir. Ég ætla ekki aðgerðina, en það er 2-1. Ok, svo 2-1. Ég held við munum fara í aðgerðina. Við lokum ekki á það. Kottum við næst. Það erum allir saman að það bara. Dattin í annan glugga hérna. Ok, ertu heppin með útlit? Já, ég myndi segja það. Það myndir segja það, við séð þig. Þú ert með yfirvaraskegið og með þessa hárgæslu. Ég var í gella. Ég myndi slide in your DMs, ég lofaði því. Ég lofaði því. Þú ert helvítið heppin og Blöðurinn var líka valinn mest kynþáttafulla maður landsins hérna einu sinni. Það er ekki slæmur titill, sko. Það er eitthvað góð 20 ár síðan. En ég er alltaf ekkert ósáttur. Já, ég er að segja það. Við erum bara Þið fá alltaf ekki punkt hann. Venjulegt útlitt. Ertu það óheppin að þegar þú sefur þá slefaru? Nei, ég lausi það. Ég hef lent í því. Það er ekki good shit, sko. Nei. Það er ekki veistlega að vera um það. Því meira sem ég hugsa út í aðstendi að því við erum ofta að hlæja þessu eitthvað að þú gerir lítið úr þessu og þið finnst þetta pínu töff. Þetta er hræðilegt. Já, pínu töff? Já, veist þú röglaður? Hver er fyrst það töff? Ok, það komið fram. Ég meint ekki það. Það er bara verið að semja skálsögu í beinni. Þetta er pínu töff. Nei, ég meint ekki töff. Ég finnst þetta ekkert mál meira. Mér finnst þetta ekki stórmál. Nei, mér myndi finnast þetta stórmál. Þetta myndi bugga mig. Er það? Þegar ég er alltaf slefandi þegar ég var svovandi í flugvél. Ég meina, ég er bara ekki nógu oft í flugvél til þetta buggi mig. Nei, kannski ekki. En ef þú bara sefur fyrir flug, þú þarft ekki að leggja þig vélinni, þú þarft ekki paparazzaður og svona daginn. Hvernig verður það? Fara að sofa bara fyrir. Þetta fór væral um all land og var slefandi daginn. Já, ég sef nú ekki það oft í vél.
Nei, heldur bara í Jú, eini vinur minn ef við erum að ferða sama hvert við erum að fara sem sopnar í flugvél þú svafst alveg til Akureyrar um daginn Já, reyndar þegar þú segir það þá hefur flugvélar hafa heldur svona svæfandi áhrif á mig Þú varst að segja aðan að þú sefur aldrei í En þú ert líka alltaf ósofin þegar við komum alltaf við hittum og segir alltaf, ég er bara ekki maður að sofa og segir, ákveður fórst ekki að sofa kl. 9 Það er stundum eins og bara steindi bú í einhverjum dýragarði af því að alltaf þannig hann kemur, alveg sama hvað það ef hann er seinni eða ósofin eitthvað það er alltaf allt í rugli heima hjá hann allt í rugli heima, hvað er að gerast heima þér? Það er bara dýragarður Er ekki bara heimilis við öllum öðrum? Nei Ég er með tvunga drengi líka Hefur þú séð Adamsfjölskylduna? Bara bíómyndina Það er svolítið síðan Það er þar öll stóra fjölskyldum Þetta er svolítið þannig á mér sko og það er mikið aksjón og hérna Ég heldur búur þetta bara til sem afsökun En veistu hvað? Nei, flutt Ég hef oft komið heim til Þú mátt flytja inn tíminn aðeins Já, ég til það Það verður content sko Þá mætum líka réttum tíma En málið það að hérna þegar þú segir það ég held þetta sé ástæðan fyrir því ég sofi í flugvélum er að ef ég sest eitthvað stað niður það bara að sopna ég Það er bara það Þú veist leiðilegt að sofa Nei, bara Það er ekki uppáldið Nei, bara ef ég sest bara niður og er ekki að gera neitt þá bara sopna ég Byrju, er Steindi ekki að rústa þessu fyrst hann vekst þig þarna líka? Já, 3-1 sko Ég er ekki king of bad luck Það er 3 ár eftir Nú, ok, það getur þetta Blöð getur ekki þetta 3-3 Já, skulum ekki fagna snemma Eina sem ég er með stig fyrir er að ég er ekki með hára á hausnum Já, þú stig þar Kannski bara stífi núna Ertu það óheppin að vinna þeim að reyna svona að benda á stífa limi allan daginn? Stífa limi? Það er rosalegt Hvað er það? Vinna okkur klámsætti? Hvað er í anskotunum? Ég veit ekki Það er rosalegt að vera að benda á okkur stífa limi Þetta er því, ég held að þetta getur verið verra Hvað þá bara einhverja limi? Fólk veit ekki Mér langar bara núna að segja fólki sem er að hlusta að það hefur komið upp í tjattinu hjá okkur það sem að Steindi biður Egil bara hætti þessu þetta sé leðilegt, ég hafði ekki gaman að þessu enginn hafði gaman að þessu reyndar ekki þessu, það var ekki með stöðumannavörðin Jú, og líka mannstu bara þú sendir, það er endur ósaldið síðan þú sendir bara, þú verður að hætta hérna bend og titt líka þetta er bæðið ógeðslegt og það er enginn að hlæja svo þetta er bara orðið þreytt núna er spurningin orðin stífir það er búið að stækka spurninga Þetta var þar að vera helviti ofið til að vinna Þá ættu bara að vinna á klámyndasetti Þetta fyrir endur ekkert mikið döðan með Það var eitthvað annað, hvað var það? Var það ekki bara hreindýri? Þú var svo mikið í því Stöðumannavörður maður líka smá tíma Já, hann var svo mikið Kringlan Þú var svo sem að líka Já, hlaupandi eftir kringlunni En byrju, Steindi farið stiga Teknikli farið stiga Trikkið í þessu Pása þessa hluti bara, hvað er bara með aftur? Ég er endur að hafa gaman að þessu Það er mjög langt síðan tók kringluna Mjög langt síðan stöðumannavörðin og veist þannig ég er búin að vera með Marta á svo ís sko mjög langa tíma við erum að gleyma ykkur sem var mikið sko en ég fór bara að hugsa á þetta maður er heldur óöppin og vinnur bara við þú vaktar á mótnana farið kaffibotla og sem ég fara að benda svona 20 styrlinga í dag maður veist þá ertu bara hversu óöppin er ég og þú eru ekki að hugsa það nei það er enginn að vinna með það er enginn sem gerir ég sundum daginn með krakkan það var gæi starrandi á og var eitthvað gaur að benda á þig og segja hann benda á penisa og svo segir hann fólk að þrýfa sig nei þú lifir stundum bara í einhverjum fóstbræðarskets ég er nokkuð vissum með eitthvað ég hef gamla spurningin, þú ert að eyðileggja núna það er enginn í þessu ok, Steinþór ef þú tekur hann að punkt hann er að hlaupa tíðin, getur tekið það er 4-1 ok viltu taka hann hvaða punkt? já þessa með stífa lífin blöð, þú ert ekki með punktana nei ertu það heppin og þú fengið að upplifa þá geggjuðu upplifun að frúin hefur peggað þig nei, ekki verið það heppin þá er báðum punkt, þið eru óheppnir það er bara hann þið eru á punktarna báður þá að það ekki verið peggaðir þegar það er veistla það er sem fólk er að gera þess að það á Íslandi það er bara flott í rassafloknum af blöss er þetta mest selda vara núna það er bara gaman það var ekki rétt, já, við googluðum þetta í rassafloknum, þetta er undirflokkar í blöss það er eitt top 10 öll á allt svo fer ég rassaflokkin herru, nennu að klára þess að spurningkefni þá er peggaðirnar á það eru mjög mikilli hvað er næsta? Hvað er ekki síðasta núna? Jó, sko hvað er staðan? Ég get ekki sendi bara að vinna þetta ég get ekki orðið king of bad luck hefur Gella sagt við þig ég er ekki óöfnætt að Gella landsins núna maður Steindi Junior er ekkert að grínast í bendanum ég nenni ekki eins og að pirrast í þessu ég er bara í stuði og tekur það punkt? nei, en ég ætla ekki að pirrast í honum
Þú varst það Fyrst þú punkt þarna? Þú ert miklu óhefnar en blöð Ég heit ekki Steindi. Miklu óhefnar Herðu, þetta var King of Bad Luck Mér fegir þessi búinn Mér finnst þú skrifuð svolítið svona til mín þessi kemni Nei Mér finnst hann byrja ágætlega, svo fór hann aðeins Sko blöð getur alveg slefað Blöð hefur alveg bent á okkur að stífa lifa Þetta var alls ekki beint að Ég ætla að hrósa Agli núna þó að þessi spurningkeppni að vera svona var Þetta er besta lag DJ Musclebúi fyrir á uppæfi og heitir Unstoppable. Takk Þetta er FM FM 957 Hárið það eru CPT Reykjavík og Loop Zero sem fær ykkur FM 95 blöð ásamt Keiluhöllinni og Pepsi Max. Drengir, þetta er fljótt að liða, klukkan er 20 mínútur í 6. Já, og líka tala hvað árið er búið að vera fljótt að liða. Já, það er komið apríl Minn uppáhalds mánuður og peppaði fyrir honum. Já, Það ekki? Já, það ég peppaður. En við erum hins vegar núna að fara í brandarahótt pappans Steinda sem er einn af mínum uppáhaldsliðum í þessum þætti. Erum við hættir að giska á pönslænið? Já, mér finnst það svolítið svona að draga úr brandarónum. Ég fór að hugsa út í það. Halda tempó einhvern veginn Ég þarf eiginlega að fara að senda pappa en hann er vinur minn á Facebook. Ekki að ég sé að monta mig á því en hann er vinur minn á Facebook. Hann er orðið stór samt. Já, og ég er að spæja að senda hann maður svo vitraði verða hans gróari. Já, þetta er ekki ánum að það heldur Ég get allavega sagt Það eru bestu brandarann Hann sendi þetta hérna á hann klukkan 2:02 og hann er búin að hann unsendaði hann byrjaði að hendi unsend hérna 2, 3, 4, 5, 6 Akkur unsendaðan Ég veit ekki, hann hefur glæð rugglast að gert aftur bara en mistökin er að detta út sem sýnir að hann er með metnað fyrir þessu. Já Ef hann er búin að unsenda 6-unum þá var það kannski ekki verið sáttu við brandarann. 2, ég held að hann sé bara að taka upp aftur hann hefur rugglast eitthvað sem hann sé 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 stykki. Það er helviti mikið. Hann dælir út. Já, samt er hann alltaf að segja hvað þessi er erfitt og hann er alltaf að bæti í. Já. Herðu, það byrja á þessu. Það er metnaður í honum. Jú, ef við ekki bara sjá hvað gerist. Já. Vil ég giska á pönslan eða bara spila hann í gegn og gefa hann dóm? Ekki bara rúlla gefa bara dóm. Ég held að fólk vilja líka nýta fólk nýta þess miklu betur að geta verið bara að hlusta á alvöru grín. Það er líka verra fyrir pappa en að vera alltaf að stoppa hann í miðjum brandara. Já. Samanlega því Spilum við það. Ok, maður sjá fyrsti hérna ímyndum okkur núna strákar hann sé bara í Gamla bíó upp á sviði. Ég ætla að loka augunum. Já, hann er að opna bara. Ég er út í sal. Hann opna bara á þessu. Nýbúið að klappa hann hérna fyrir honum. Það er 500 manns hann. Já, og hann opnar hér. Já. Þú ert á herti á fullri ferð. Það er ljón fyrir aftan þig og gíra fyrir hliðina á þér. Hvað áttu að gera? Komdu drauknur raskatina á þér af hringekjunni. Það er fullir í hringegn Þessi var heldur góður Það var svolítið lesin að deliverið var ekki alveg upp á 10. Nei, ég ætla ekki bara að gera lítur þessi var bara nokkuð fyrir Hann byrjar svona En núna til dæmis að því varst að segja okkur ímynd okkur við værum í Gamla bíó og veist, hvað gerir hann eftir? Já, og segir hann bara, það er næsti þegar hann bara, veist, hvernig verður hann er bara með brandara hann er enga tengingar Nei, hann hlýtur að býða eftir hlátur og fara svo í næsta Já, ekkert callback í neitt og hann er ekki með að pæla enga sögur, engin dýrt í þessu Ok, það er bara beint í næsta Hann er bara, hann er gamli skólinn, hann fer bara í brandara Já, ég er ennþótt í sal En málið það er vöndun af því Það er enginn bara með brandara Það er að segja ykkur sögur Nú höldum við að fram með það, nummer 2 Heldurðu að staða konunar sé í eldhúsinu að þrífa? Nei, að sjálfsögðu ekki. Það þarf líka að þrífa hinn herbygginn. Þetta er svakar. Svo heyrði maður í mömmu Hósta. Ég heldur að það var að hósta Það var skemmtilegt, það var svo heimilslegt Já, það var aðeins komin í svona gamla gýrin Þetta er, við erum að keira þessu upp þegar við komum í þetta Þessi er nummer 2 Nú er ég svolítið hættu hvað kemur nummer 3 Það má ekki gleyma hann í fættur það er alltaf eldri maður Það er hann best aldri Hvað er með það? Nummer 3 er svona Hér er leiðbeining fyrir gott hjónaband. 2 viku förum út að borða, fáum gott vín og góða mat. Hún fyrir á þriðjudögum og ég fyrir á föstudögum. Þessi er góður Hann hefur fundið eitthvað síðu þarna sem gengur svolítið út á hjónabandi Já Því hann er að tala um þetta að þrífa og þetta er ekkert eðlilega góður Gæti að fundið eitthvað síðu Heldur við ekki að fram? Já, sjálfsögðu Ára 4 Þér verður að hjálpa mér sjálfræðingur. Ég held að ég sé geit. Og hvað hefur lengi verið með þá tilfinningu? Alveg síðan ég var kýðlingur.
Ég veit ekki það, það er gott sko Það mátti ég, það verður maður heilskilið, þessi var lala Alveg sér, ég var kiðið Egil, þú getur ekki Heldur það sé geit, það var kiðið Það var fýtt þessi Það var alltaf leið Flottur í miðinni Það höldum það fram Við erum með tengdamömmu í mat í kvöld. Reyndu þá að hafa hana vel stekta. Þessi var fýtt Þessi var solid Það var að vel steikta Já, þú veist hann að borða manneskina Það er að borða tengda með Já, ég náðu því ekki, takk fyrir útskýra Það eru gott að minna það Það eru sko 2, 4, 5 eftir Það er þetta rosalega Já, hann er on fire Mig dreymdi að ég var í Costco, sagði konan. Mig dreymdi að ég var með 3 konum. Var ég ein af þeim? Nei, þú varst í Costco. Costco gríni klikkar ekki Já, Það er aldrei klikka Þessi var góð Það var eiginlega rosalega Þessi var flottu blöð Segðu það Ég vil meira á Costco-böndurum Þetta er alveg, við erum svolítið með hjólaböndin Já Það er þema þessi dag Það er þema, hann er með þema Það er svo Costco-djókur Já, bara geggjar Hann var 4 eftir Já 11 sekundar næsti Ég og kona mér vorum með bónus í gær. Þegar hún segir, þú ert nú latasta kvikindi sem ég kynst. Mér brá svo mikið að ég var næst í dottun úr innkaupakerfinu. Hann svo latur fyrir Hún var að keira hann Hann brá svo mikið að hann datt eftir þú kæri Ég veit ekki hvað ég var að gefa þessu Jó, hann var latur, hann var í kerrunni Þetta er 5 Það er ekki ánað með það Ég verði að vera hreinskilin Hann var samt latur í kerrunni Það var skemmtilegt Það höldum við áfram, það eru 3 eftir Nú held ég að hann sé að fara að skrúa þetta upp Hann byggir, sko, síðast er brandarinn 14 sekúndur, svo lengsti Fyrir mig 6 núna 6 sekúndna djókur Hvað kallar þú leðurjakka sem stríkur að heiman? Og auðvitað strókleður. Já Svessin hefði dótt Svess og sveppi Þeir eru mjög ánægð með hann Þeir eru dyrka hann En hann hætti að fóru úr þemanu Fór bara í random kamerinu núna Já, he's all over the place Já, hvað ætlum leðu eitthvað sem stríkur? Strókleður Þetta er 10 Ég er bara að býða eftir sko skilabóðum frá sessanum minna Hann hlýtur að senda mig Það eru 11 sekundur, næst síðasti Ég hef alltaf reynt að vera þig góður faðir og fylgst með öllu sem þú hefur gert. Ertu ekki sammála því, Palli minn? Ég heiti Sófus. Þessi var líka geðvögur. Ég heiti Sófus. Reynda var delivery mjög gott. Ertu ekki sammála því, Palli minn? Ég heiti Sófus. Þessi var bara drullu sterkur. Þessi var eiginlega einn af mínum uppáhalds. Það var að síðasti 14 sekundur, hann endar þetta með einhverju neglu. Kottu með eina neglu í lokin. Ég setti hægri fótinn inn, ég setti vinstri fótinn út, inn, út og hristi hann svo vel. Þá sagði leigubílstjórinn, mér að hætta þessum fíblalátum og drulla mér inn í bílinn. Þessi er heldur góð, sko. Þessi var geggjaður, þetta var síðasti. Þetta er búið. Já, þetta er búið. Já, kemur Ég er alveg til fleiri. Gamla bíó. Ég sko næst er að næst bara ef við verðum eitthvað með live show þá verður hann með stand-up þar við loðum ykkur því. Það er vöktu Guinnessina, hann var steinsofandi frá að klappa, greið rauk upp hérna. Já, hann lítur nú bara á vakna við þessa brandara veislu sem var hitt í gangi. Já, þetta var alveg veisla maður. Ég tala veislu. Verður, sko, mér langar bara að halda live show bara til að sjá pappa þegar hann kemur inn á sviðið og tekur hérna set, sko. Er ekki löngu komið tíma á live show hjá okkur? Jó, við erum bara negla dagsetningu og skrifa sér sjálft, sko, ég meina, og við erum með seniorinn og... Já, líka bara, ég var gaman að með podcast bara í beinni. Já, það verður gaman. Ekstra langt, tökum 2 tíma eða eitthvað. Hérna, akkur... Guinness með og... Neglum bara dagsendingu. Tilkynum þetta í næsta þætti. Það er bara þannig, ætlum að finna dagsendingu, styttist í live show og það er, ég sverða, það verður ákveða bara hér í stúdíunni, beinni útsendingun. Hér er lag sem er í miklu uppáldi í okkur. Topp tónlistarstöðin. Þetta er FM 957. Þetta er lag, drengir. Valdimar yfirgefinn og já, alvöru lag. Já, þetta er sturlalag og ef þið hefði ekki farið að sé þessa hljómsveit live þá mæli ég með því. Sum lög eru bara lög, veistu hvað ég við? Já, þessi hljómsveit er líka bara sturla. Nei, hörðu. Býtu, hörðu, hvað er að gerast? Nei, býtu, hvað varst að gera? Þetta er bara svona. Já, fólk þekkir þetta. Já, ég reyndar hef ekki klikkað á tökkunum í marga mánuði. Klikkaði hans að glemt að stoppa eftir lagið. Já, ekkert nýtt að þetta er svolítið. I'm only human, Harry. Já, veistu hvað, ég get lofað því þegar að koma svona lög og eitthvað auðlýsingar eitthvað undir og eitthvað svona skrítið í gangi. Fólk er vandi.
Það er ekki að Nei, þetta er samt ekki gerst lengi sko. En drengir, hvernig er helgin Steindi, hvernig er helgin Hún er róleg til kvöld? Já, það er kósi, það er bara svona föstudags þema, það er svona heimatilbúin pizza og ég gæti nú alveg laumast út í ísbúð og svona sko. Eitt bræðarefur? Eitt Tasty Fox, ég er ekki með eigin Tasty Fox, þú veist það. Já, ég veit það. Ég mæti alltaf alveg og horfið bara í borðið. Horfið í borðið og segi, heyrðu, já, ég er í feeling fyrir og svo stundum þetta býtum að líka í rassinn sko. Stundum er ég alveg bara að búa til alveg það skrítna refi að starfsfólki skilur þetta ekki alveg og þetta er líka vond sko. Ísbúð held ég sá staður sem ég fæ mesta valkvið á. Mér langar í allt, ég elska shake, ég elska bræðaref, ég elska ís með heitri sósu, heitri karamellusósu, ógeðslega gott. Já, þetta er allt saman gott. Ég já, en svo bara við erum að vinna morgun. Já, við erum að skemmta annað kvöld. Hvernig er helginni fyrir? Ég er bara á leiðin á Sjáland í 50 sammáli. Já, þú varst að fyrir veislu, bara í kvöld. Party hjá mér og eftir. Já, vel gert. Þannig að það er bara heim í Gallan og Sjáland. Það er alltaf gaman að kíkja þátt í party. Já, Sjáland er alveg með það. Ég er bara að fara í veislu. Svo líka Þið farið í beddan og ég tek veislunni kvöld. Já, ég er sko konunlegin í amali. Ég verð bara með strákana heima í gýr. Og báðir fastir heima með krakkana. Já, en það er líka fínt íþróttakvöld. Það er stjarnan, Grindavík stjarnan og ég veit ekki, ég er ekki í að Tindastóll. Ég veit ekki hvort þið syndur en vonandi. Svo bara verðum við mætti með blökkasti á þriðjudaginn og eins og við sögðum að þá er páskabingo blökkastins, það er staðfest, það er miðvikudagurinn 1. apríl, það er ekki aprílskap og svo er risa tilkynning hjá FNÍFM Blöð eftir nákvæmlega 2 vikur og já, það mun ekki fara fram hjá ykkur. Ég er peppaður fyrir þeirri tilkynningu og ég held líka að þetta sé fyrsta sinni í langa tíma sem fólk veit ekki hvað tilkynningin er. Nei, sko, fólk var að fara að giska á tilkynningarnar og já, það var svolítið gefið alltaf hjá okkur þetta er glæný tilkynning og margt sem fylgir þessari tilkynningu. Já, það er bara hellingur. Þannig að þetta er alvöru tilkynning. Þannig að ég held að fólk eigi bara eftir að taka vel í þetta. Herri, svo náttúrulega, það er United Aston Villa á sunnudaginn. Við getum að taka hann saman. Ég sko Ef ég myndi reyna að stilla á alla sem leiki heima að mér, það er því reiði guðana myndi mæta hana. Wrath of the Gods. Ég hef sagt þetta árið sem þætti, ég skil ekki manneski eins og þig sem horfir ekki á íþróttir. Nei, ég er að segja, ef ég myndi vera núna hvað ertu að gera? Nei, ef ég væri heima að mér í kvöld Veistu hvað, það missa miklu. Nei, ég er að segja, ef ég væri heima að mér í kvöld og ég myndi setja íþróttaleik í sjónvarpinu stelpunar myndu drepa mig. Áttu ekki iPad? Nei, reyndar ekki. Nei, það var til dæmis bara helviti góð leið til þess að fá frið til þess að horfa á það. Þannig að ef það vilja horfa eitthvað á Netflix þá geta það bara horft á í iPadinu. Ég geti aldrei verið eitthvað, já, nú ætla ég bara að horfa á leikina. Nei, ég er bara drepinn. Hann stindir í drepinn. En við minnum líka á Taskmaster sem er komin inn á Sín Plus. Sáning er virkilega gott stöf, tjekkið á því. Annars stökkum við kjallar. Ég ætla að horfa á í kvöld. Já, eigi góða helgi og við heyrumst vonandi á þriðjudaginn í Blökkastinu. Takk fyrir í dag. FM 957